Komið sæl, synir Egils hilsa þessum ágæta sunnudegi að venjuveru þátturinn hjá okkur tvískiptur. Í seinni hlutunum ætlum við að ræða þetta vandraástand sem í heilbrigðismálunum og til þess koma til okkar Helga Rósa Másdóttir sem formaður félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands og Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Þetta sem sagt þau stéttarfélög, starfsstéttir sem að finna kannski mest fyrir þessu. En til að ræða svona vettvang dagsins eru komin Páll Bartósek, þingmaður og formaður utanríkismálanefndar. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og einn af varaforsetum ASÍ og Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Verið alltaf velkomin. Takk. Ég var að byrja kannski á ógnargróða bankana. Þetta er Það er gott í samhengi við vondastöðu á bráðavaktinni. Það er gott í samhengi við vondastöðu á bráðavaktinni. Það eru 100 milljarðar sem samfélagið leggur til bankana. Á sama tíma og fjárskortur á bráðavaktinni. Ég er þetta ekki oftekið af peningum. Sjálfsögðu. Sjálfsögðu, auðvitað stjórnvöld að leggja á mjög ríflegan bankaskatt og gefa svo þjóðinni loforð það að afraksturinn yrði notaður meðal annars í heilbrigðiskerfið og svo áfram bara í uppbyggingu innviða velferðarkerfisins sem er náttúrulega mjög mikið komið að fótum fram, ekki bara á spítalanum heldur annars þar. Það er auðvitað bara ótrúlegt að horfa upp á svona ástand í auðugu samfélagi. Og auðvitað eitthvað geturleysi hjá stjórnvöldum, maður getur ekki tekist á við þetta með skilmerkilegum og árangursmiðum hætti. Hvað munið þið, Smári, með hvað rökum að bankaskatturinn aflagður? Það var ekki rök, hann var settur á tímabundið og það rann út. Það er ekki réttið með Páll. Jú, það er ákveðinu kannski aðeins áður en ég er þannig inn en ég held að það einhvern veginn verið þannig og svo hafði menn ekki sé ástæð þess að skattleggja þessa atvinnugreinum með form aðrar, en það er bara þannig. Já, það er bara einmitt, þetta er alltaf svo einfalt, sko. Hann var tekinn af eftir massívan lobbyisma árum saman frá bankaauðvaldinu og samtökum fjármálafyrirtækja, alveg non-stop. Það sem heldur fram að hann leiddi til hærri vaxta. Já, þannig virkar þetta, þú veist, það er bara lobbýjað og svo koma þá stjórnvöld og láta loksins undan og svo koma þá önnur stjórnvöld og segja, já, þetta er bara ljótt að skattleggja eina atvinnugrein svokallaða umfram aðra og þannig eigum við bara einhvern veginn að sætta okkur við þetta dómstagsrugl. Ja, það kannski með þetta er nefnilega, það er ágætt að tala um þetta er svolítið rögleysa því að það er alltaf að tala um að það megi gera þetta hér að því að þá verða vextir hærri. Nú er það svo að bankarnir að skýla hér hvað líklega 50-100% hærri hagnaði heldur en svona gengur og gerist. Þá er að tala um svona þessi return of assets til dæmis eignum, ekki bara eiginfjár og síðan sko að það er svoleiðis hér en þrátt fyrir það að þá er staðan svona og þrátt fyrir það eru stýrivextir 350% hærri hér heldur en í Danmörku og þrátt fyrir það hefur verðbólga verið hér 150% hærri síðastliðin 5 ár samtals heldur en í Danmörku. Sko þrátt fyrir að við notum þessi rök sem eru þessi að það með ekki skattleggja ég er ekki að segja, þá er ég ekki að segja eitthvað að það sé rétt. En þú heyrir líka rökin eru horfin, nú eru rökin bara þau að það með ekki skattleggja eina atvinnugrein umfram aðra, þannig að það er ekki einu sinni verið að reyna að nota þessi rök lengur. Ég held að hafa nú verið rökin á sín tíma eins og að ef einhver er að leita einhverjum hér til þess að halda uppi sérstakum vörnum fyrir bankakerfið, hvernig það er rekið, þá kannski þarf að leita einhvern annað. Ég man ekki eftir að ég hafi sérstaklega fært rök fyrir því að þurfa að leggja minnka bankaskatt til þess að vextir lækki. Ég held að það sem við höfum sagt, það sem við höfum verið í pólitíkinni oftast bara haldaði fram að með núverandi fyrirkomulag gjaldmiðla, þá er ólíklegt að við horfum á vextir sem eru sambærilegir þeir sem gerist í öðrum löndum og það sé hinn undirliggjandi þáttur í því. Þannig að ég held að langtímaplanið sé einfaldlega að stuðla að því að við tökum upp annan gjaldmiðil þar sem við getum haft vexti og samkvæmt einhverju banka sem er sambærilegt því sem er í Evrópu. Ég held að það skipti meira máli heldur en það nákvæmlega hvað hætti skattlækning bankar hátt. Þangað til að svo útópía ykkar rennur upp með bakettu á hverju borði og Eiffel-turninum út á götu, þá má til dæmis skattleggja bankana til þess þá að reyna liðsina okkar að framkoma velferðarkerfi.
Já, aftur að segja, ég held að svo hugmyndum að taka upp annan gjaldmiðil gegnum myntbandalag sé engin útubjá, hún felur ekki sem að þurfa að hældu bakettum eða einföldunum. Það verður allan að segjast alveg svo að það að við séum kostnaður við þennan gjaldmiðil, því við segjum alltaf sömu söguna, við þurfum bara að gera betur í efnahagsstjórninni. Og það kemur í hvert einasta skipti þegar kemur ný ríkisstjórn eða eitthvað, þá alltaf verið að gera betur í efnahagsstjórninni. Svo kemur einhver svokölluð vinstri stjórn og hún ætlar að gera betur í efnahagsstjórninni. Alltaf sitjum við uppi með þetta sama, við erum alltaf með þetta og þetta bitnar á sérstaklega fólki sem á lítið af peningum og enga peninga. Vextir, verðbólga, þú veist, það það sem að býtur okkur. Launin okkar, svo hækka þau, en vexti þegar í samfélagi það sem að því að svo notum við hérna að það búið launin ykkar búin að hækka svo mikið, en á sama tíma verðbólgan sem búin að vera gríðarleg. Kostnaðurinn náttúrulega hér á þessu landi þetta við það að halda hér upp svona ofsalega gráðugri og frekri auðvaldsstétt. Í því kostnaðurinn fólkin og já, vissulega leggst hann afskaplega þungt á þau sem að neðst eru einhvern veginn í tekjustiganum og hýrast á botninum í stigveldinu. Kostnaðurinn ekki vegna þess að við séum hér með sjálfstæðan gjaldmiðil, hann vegna þess auðmanna dekurs sem að stundað alveg nákvæmlega sama hverjir við völd. Já, það reyndar við erum svo lítil að við þurfum að flytja inn meira og minna allt sem við neytum hér og það vandamál þegar þú ert með íslenskan gjaldmiðil. Það alveg sama hvort 70% íslenskra launþega svokallara búa bara hér með mjög góð kjör. Það bara staðreynd. Það 30% á vinnumarkaði sem það verkafólk og það þá þetta innflytjendurnir sem hingað hafa komið til þess að knýja áfram hjól atvinnulífsins. Það þau sem að búa við skert kjör. Aðrir hafa það bara alveg ágætt. Það bara staðreynd. Og ef þú horfir til Evrópu og þú horfir á stöðu láglaunafólks, verkafólks þar, þá það ekki sérstaklega góð staða, ekkert frekar en hér og af því hlýtur þá að leiða svo augljósa niðurstaða að það auðvaldsstéttin hér og þar sem að býr til þessi vandamál í lífi vinnuaflsins. Frjálst flæði verkafólks á milli landa Evrópusambandsins hefur ekki gert það að verkum að verkafólk hafi það eitthvað miklu betur. Nei, það gerir það að verkum að til þess að þetta lönd verði samkeppnishæf sem þýðir bara það þarf að halda verðinu og vinnuaflinu niðri og svona nokkuð svipuð á milli landa. Það vandinn. Það vandinn og hann ekki leystur hér né annars staðar í lífi verkafólks með að taka upp nýjan gjaldmiðil. Ég meina það alltaf hægt að reyna að halda áfram að gera það sama og höfum alltaf verið að gera Ég veit ekki hvort við séum með rannsókn sem benda til þess að okkar auðvaldsstétt innan gæsabæði undan sé einhvern veginn gráður heldur en aðrar meðan við búum við þetta fyrirkomulag. Ég hélt ekki fram að vera gráðugri. Ég get alltaf fram að íslensku bankarnir eru gráðugri. Ég hef fylgst með þessu í nokkur ár og stundum hef ég fyrir því að fara og skoða bankakerfi í öðrum löndum og berða einfaldlega saman við landsframleiðslu. Núna 100 milljarðar, það slá upp í 2% landsframleiðslu og það þekkist bara hvergi á byggðu bóli að bankarnir skili 2% landsframleiðslu, 1 króna hverju 50 sem í hreinan hagnað eftir skatt á allt saman. Það ekkert samfélag í heiminu sem sætti sig við þetta. Ég tók dæmi að þetta gerðist fyrir, alltaf sé gjörði núna svona 9 eða 10 ár síðan, að þá gerðist það í Noregi, að þá sló þessi tala upp í 1,2%. Þá voru allir bankastjórnir kallaði fyrir þingnefnd og látnir sverja það og lofa því að þetta aldrei gert aftur. Bandaríkin stjórnmálu, því kannast við þessina klopninga með Wall Street og Main Street sem svona hugmyndum það út annars vegar með svona framleiðslu kapitalisma og svo ertu hins vegar með fjármálavæddan kapitalisma. Og þessi fjármálavæddi kapitalismi að drepa samfélagið með frekju og yfirgangi og við verðum að standa einhvern veginn með Main Street. Það engin fórustummaður í Bandaríkjum sem gæti komið fram og sagst vera að vinna fyrir Wall Street og það gerir það raunverulega allir í raun. Ég bara tala um að hvernig samfélagi lítur á þetta. Við erum bankakerfi í Bandaríkjunum nær alla 1% landsframleiðslu í hreinan hagnað. Það sem litið á sem krabbamenn í samfélaginu. Við einhvern veginn höldum að þetta vera svona. Við fengum ógeðslegt bankakerfi í árunum fyrir hrun. Vinstristjórnin eftir hrun ákvað að endur þessa bankana með sama formi, með sömu markmiðum að skila eigendum sínum sem allra mestum hagnaði. Og þannig hefur þetta verið síðan og svo eigum við stundum að sætta okkur við það að ríkið eigi hluta bönkunum og þetta komið þá inn sem arðgreiðslur. Þannig að þessi verið að blóðmjólka okkur
þannig að allir orðnir fölir og reikulir í spori vegna þess að bankarnir þurfa svo mikið, að þá hefur við sætt okkur við það að það rennir sem arður inn í ríkissjóðu eða sem bankar, þetta verður bara að berja niður þess að vexti, þetta bara gengur ekki. Það sem er kannski, þú veist, að maður skoða bara fer inn í þessa MBA hugmyndafræði og notar hana þá, að því hún er þú sem er ráðandi, að þá er alveg ljóst að þessi arður á þessum eignum sem eru lánin okkar, hann er allt og hár hér þegar þeir eru að skila hérna 3 sinnum meira að því að þú ert að lána fólki sem er að drepast undan þessu öllu saman, þú ert að kaupa íbúð og þetta eru svona þessar eignir. Svo reisa þessi bara hallir, þetta er bara klikk. Það er auðvitað það sem ef það er 3 sinnum hærra heldur en gerist hjá hinum gráðu kapitalistunum, sko, að þá auðvitað er eitthvað, það er allan að pínu sjúkt ástand. Og við þurfum að skoða það, við getum ekki látið það vera eðlilegt ástand og ég skil ekki að nokkur vilji samþykja það því að við vitum alveg hvað það er við erum að tala hér um þetta húsnæðiskerfi og við vitum hvernig það er að bitna á fólki, ungu fólki, fyrstu kaupendum, fátæku fólki sem að getur ekki verið á leigumarkaður og annað. Fólki í almennileg húsnæði. Og þá er þetta eitthvað sem að þetta eins og ykkur eru greifar. Já, en þetta er alveg bara tölurnar, hún bara verið alveg bara, svona eru tölurnar og það er 3 sinnum meira, getum við gerið saman og það er eitthvað skrítið. Það er eitthvað skrítið kerfi og það getur ekki verið lengi svona. Það bara getur ekki verið. Þetta er ekki bara bankarnir, þetta er líka bara dagvaran. Já. Hvað hún hækkar mikið og getur ekki annað verið en að... Bankarnir eru þótt að dagvaran sé alveg það fyrir sömu rök að þessu svona einokun og fákeppni hérna á Íslandi í olíunni, í dagvörunni og öllu þessu, þá eru bankarnir náttúrulega svo stjórnlaust sturlaðir. Það er engin þjóð í heiminum sem myndi sætta sig við þetta. En við sættum okkur við þetta ár eftir ár. En af hverju sættum við okkur við þetta? Þetta er aldrei til umræðinu á þingi. En spyrjum okkur það. Þú veist, það er ekki eins og Íslendingar sé eitthvað einstaklega undirgefnir eða eitthvað einstaklega heimskir eða eitthvað einstaklega lélegir. Þjóðin svokallega náttúrulega sætt sig við þetta vegna þess að þrátt fyrir að vaxtastigið sé svona hátt og verðbólgan svona há, þá er hér langstærstur meirihluti almenning sem hefur það þrátt fyrir þetta afskaplega gott og fólk sem hefur það afskaplega gott í efnahagslegum skilningi er náttúrulega ekki að fara niður á Austurvöll til þess að arga þar og garga og kveikja bálkesti. Þess vegna sættir svokölluð þjóð sig við þetta. Við kjósum okkur menn eins og það fara niður á Austurvöll. Það er aftur sko. Nei, þetta er ekki Austurvöllur, jú. Og verja okkur fyrir böngunum. Ég held að enginn hafi nú kosið Viðreisn til þess að fá vörn fyrir böngunum. Þingmenn eru kosnir til þess að verja okkur fyrir böngunum. Já, það er í mínum samtölum við kjósendur þá kom þetta endur ekki oftast upp sko. Fólk spurði mig, en ég meina vissulega voru vextir og verðbólga það sem fólk ræddi mjög mikið og það er bara réttilega bent á það er bara skattur hvernig skalla sem bitnar þetta hvað mest af þeim sem hafa minnst á milli handana en ég meina sko lausnin getur verið hver ég meina annars verður fólk ræða einhverja skatta eða vonum það að okkar auðvaldstétt verði einhvern veginn prúðari í framtíðinni og svo eru þeir sem fara hægri mennir sem móti Evrópusambandið þurfum bara að passa upp á ríkisreksturinn, þurfum bara núna tökum okkur á, núna munum við leka ríkið réttum við núlið einhver ári og þá lagast allt. Einhvern veginn hefur satt haft 80 ára af sjálfstöðum gjaldmenn sem var undantekningarlaust leitt okkur í það ástandi verið með miklu Okkur tókst á síðustu öld að byggja hér upp sterkt velferðarkerfi, koma börnum til mennta, byggja upp húsnæðiskerfi fyrir verkafólk, vera með sterk verkalýðsfélög, vera með sterka kvenréttindabaráttu og svo framvegis. Þannig ef einhver ætlar að láta eins og hér þurfum við að horfa tilbaka. Eins og þetta virðist vera vinsælt að gera vegna þess að Miðflokkurinn fór eitthvað að tala um einhverja bjarta framtíð í gamla daga og allir að fólk að láta eins og hér hafa allt verið bara ömurlegt og hryllilegt. Það er bara aldeilis ekki svoleiðis. Hér var fólk sem barðist einmitt fyrir því í þessu fámenna landi að sem flestir gætu lifað sæmilega sómasamlegri tilveru. Það er bara staðreynd þannig að það heldur ekki hægt að horfa tilbaka í fortíðina og reyna einhvern veginn að kenna gjaldmiðlinum það er ekki rétt. Nei, það er rétt, við erum norrænt velferðarríki og mjög margt af því sem hér er nefnt hefur hinnum norrænum ríkjum líka tekist að gera mjög vel, án þess þó að sitja uppi og sundbetur, án þess þó að sitja uppi með
vexti á fasteignalánum sem eru svo yfirdráttarvextir annars staðar sko. Já, þá ekki einmitt einn vandinn að hér var gefið einhvern veginn upp á bátinn verkefnið að tryggja vinnuaflinu sómasamlegt húsnæði, það ekki einn af stóru vandamálunum og húsnæðismarkaðurinn gefin efnahagslegri yfirstétt sem einhvers konar leikfang í stað þess að hann yrði það sem hann á auðvitað að vera, sem auðvitað bara lífsnauðsyn allra sem hérna búa og þarf þarlegandi að gangast undir einhvers konar reglur og skynsamlega skipulagningu, mögulega einhvers konar 5 ára áætlun. Það auðvitað vandinn sem við erum að glíma við og ef að húsnæðismarkaðurinn væri ekki svona stjarnfræðilega galinn, þá auðvitað væru efnahagsleg vandamál þau sem fólk stendur frammi fyrir ekki svona mikil. Þetta alveg samt sögulega, þá tókum við ákvarðanir að fara ekki leið til dæmis Norðurlandana. Við vorum ekki jafn mikil, það má segja kannski, það var ekki jafn mikil jafnaðarmennska hér. Ég bjó í Danmörku í nokkur ár og ég hef sagt þess að sögu áður, ég leigði fasteign íbúðarhúsnæði hjá lífeyrissjóðnum mínum. Lífeyrissjóði sem tengdist, það voru þroskaþjálfar og sjúkraliðar og aðrir. Og þar var ég í rauninni í niðurgreiddu húsnæði hjá lífeyrissjóðnum mínum. Og svo ég komin í annan lífeyrissjóð núna hér á Íslandi en ég fylgist aðeins með. Ég var að skoða og bera saman þessa 2 lífeyrissjóði. Annar lífeyrissjóðurinn sem má fjárfesta í samfélagslegum verkefnum og hinn einhvern veginn sem undir þessu íslenska eitthvað með einhverjum þessu klassísku sem við vitum, hámarksávöxtun og allt það. Ávöxtun lífeyrissjóðsins míns í Danmörku á 10 ára tímabili var eitthvað 6,7% en hinn lífeyrissjóðurinn, þessi íslenski sem átti ekki að fjárfesta í samfélagslegum verkefnum, það var bara undir 6%. Og það segir mér líka, það stóð í ársskýrslunni hjá lífeyrissjóðnum í Danmörku, við tókum eftir því að það að fjárfesta í samfélagslegum verkefnum var ekki bara svona næs og pér, heldur skilaði það beinlínis betri ávöxtun. Og þetta auðvitað kerfi sem það ekki þetta mannanna verk líka, en við þurfum að velja, mér finnst einhvern veginn þessi, og okkar saga öll svona, við erum öll einhvern veginn að sneiða hjá öllum þessu þáttum, við vorum svo fljótt komin í þessa eignastefnu okkar, allir að eiga allt og þetta gekk allt út á það, og við sitjum upp með þetta kerfi sem Ég alveg upp í verkamannabústöðunum sem var þetta niðurgreitt húsnæði fyrir fólk sem hafði ekki aðganga nægilega miklu fjármagni til þess að kaupa íbúð á einhvers konar frjálsum markaði. Þannig að það var hér sjálfsögðu ekki fullkomið kerfi, ekki frekar en nokkur kerfi eru fullkomin, engu séu gott kerfi sem að fólk gat verið í og gat átt heim í hverfum og haft húsnæðisöryggi og verið með börnin sín í sömu skólunum og svo framvegis. Það var svo lagt niður af, eins og allir vita, Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum stuttu fyrir aldamót. Þegar maður hugsa tilbaka hafa verið ein manneskja á þessu volaða landi sem stóð í lappirnar og var í málþófi niður í þingi og það Jóhanna Sigurðardóttir og af því nú ég búin að vera nokkur ár inn í verkalýðshreyfingunni og mér hún mjög hugleikin. Ég hugsa nú að hvernig gat íslensk verkalýðshreyfing leyft þessu að gerast? Akkur var ekki boðað til fjöldamótmæla? Akkur var ekki þúsundir kölluð niðrettir til þess að styðja við Jóhannu Sigurðardóttur og reyna, ég ekki að segja að það hefði tekist, en reyna eftir bestu geta að koma í veg fyrir þetta. En ég ætla samt ekki fallast á það að Ísland hafi einhvern veginn gert allt vitlaust og að hin Norðurlöndin hafi gert allt rétt vegna þess að það var bara og hefur verið bara margt ágætt við þetta land, margt slæmt en þannig þetta það í öllum mannlegum samfélögum og vandamálin sem við erum núna að reyna að takast á við eða mörg okkar vilja í það minnsta að tekist á við, það væri alveg hægt að takast á við þau með meiri sér frekar einföldum hætti. Það væri til dæmis hægt að leyfa lífeyrissjóðunum að fjárfesta hér í húsnæði og byggja hratt og örugglega upp húsnæði fyrir fólk. Af hverju óskopunum það ekki gert? Það hefur endalaust núna síðustu ár verið einhver umræða þetta en hún kemst aldrei neitt áfram og af hverju ekki hægt að sjá til þess að bráðamóttaka Landspítalans fungeri eins og hún ætti að fungera í siðmenntuðu samfélagi. Ástæðan fyrir hún fungerar ekki svokallaður fráflæðisvandi. Hvað það? Það á göngunum liggur fárveikt oft á tíðum mjög aldrað fólk sólarhringum saman. Ég var á fundi
fundinum sem að haldin var hérna núna í síðustu viku og sem að hér verður ræddur á eftir hjá næstu gestum og það var ótrúlegt að hlusta á þessar sögur af fólki hérna, nýræðu fólki sem að liggur hérna göngunum undir flúorljósunum, beður að ljósin séu slökkt sem auðvitað er ekki hægt að gera, fólk sett inn í kapelluna til þess að vera þar með Jesú og Biblíinu og kertunum þar sem að dánafólki og syrgjendurnir eiga að vera, fólk geymt inn á klósettum, háaldraðar konur með þvagfærasýkingu sem ekki hægt er að gera fyrir. Hvað svona bull er þetta? Þetta er viðbjóðslegt hneyksli í siðmenntu, vellauðugu samfélagi þar sem að nokkur hundruð manns búa og svo lætur einhvern veginn Alþingi og ríkisstjórnin eins og það sé bara ekki hægt að leysa þetta vandamál nema með hverju að fara í samstarfi hérna einkarekin aðila sem af einhverjum stórfurðulegum ástæðum er með öll þessi lausu rými sem að bráðamóttaka velferðarkerfisins er ekki með. Þetta er bara eins og einhver saga, þetta er eins og kafli í sjokkdoktrinu eftir Naomi Klein. Hvað er eiginlega að ykkur þarna niður frá, ykkur gerir ekki eitthvað í þessu? Við erum öll brjáluð yfir þessu. Það eru allir á þessu landi brjálaðir yfir þessu. Akkur er ekki eitthvað gert? Samt að nefna eitt aðeins áður en hérna að því við nefndum hérna og það er við samanburði Norrlundi, það er ágætt að hafa í huga að öll þessi stefna að leyfa fólki að eignast eigið húsnæði hefur þó valdið því að eignaójöfnuður á Íslandi er til dæmis lægri heldur en í Danmörku. Það er bara þannig. Það er líka lífeyrissjóðir. Við höfum einbeitt okkur mjög mikið að tekjuójöfnuði allir á Íslandi og meðan eignaójöfnur hefur þó verið lægri vegna þess að það eru fleiri sem eiga eigið húsnæði. Ég vil alveg að fólk eigi eigið húsnæði og ég veit alveg að fyrir vinnandi manneskju sem kemst inn í sitt eigið húsnæði þá auðvitað andar svo manneskja léttar og getur þá einmitt farið að hugsa ok, hér er ég farin að reyna að tryggja fjárhagslega framkomu barnanna minna og fjölskyldunar en þið getið ekki á sama tíma stutt frjálst flæði vinnuafls sem að sjálfsögðu gera það að verkum að inn í hverju þjóðríki eru þúsundir, tugir þúsunda sem eiga engan möguleika á því að komast í eigið húsnæði. Þið getið ekki að eina stundina sagt já við ætlum að hafa einmitt þennan eigna markað því það er einhvern veginn hérna íslenski draumurinn og svo á sama tíma sagt jú við viljum að hinga komi þúsundir og tugir þúsunda aðflutts fólk til þess að vinna verkamannastörf sem munu aldrei geta komið í sitt eigið húsnæði. Hvað er þið þá að segja við þetta fólk? Þau reyna, ég þekki fólk sem hefur unnið og reynt að safna sér fyrir blokkaríbúð og það einfaldlega kemst ekki þangað inn. Það kemst heldur ekki inn í bjarg vegna þess að það er bara allt og lítið að íbúðum og þetta fólk einmitt sögum þess að það hefur bara þrælað sér út árum saman á einhverja milljónir í banka sem það ætlaði að kaupa sér íbúð fyrir en getur ekki gert. Hvað ætlaði að segja við þetta fólk? Já, það er íslenski draumurinn að komast í eigið húsnæði, bara haltu áfram að þræla þér út. Það er ekki hægt að vera einhvern veginn bæði með gamla drauminn, gera leið grína Miðflokknum og láta svo eins og vandinn sem til er til staðar hjá risastórum hópi fólk sé ekki raunverulegur. Hver er lausn Miðflokksins? Ég mista henni. Miðflokkurinn, hann varð ægilegt eitthvað svona grín bein á samfélagsmiðlum. Nei, en hann var að horfa tilbaka og sé allt var gott í gamla daga. Hann er ekki með hennar lausn í húsnæðismálum. Ég er ekki að segja hann sé með hennar lausn. Ég bara er að segja að það er ekki hægt að láta eins og hræsnin sé bara hjá þessum þarna en ekki hjá þeim sem að fara með völd. Þau eru alveg jafn uppfull af hræsni og Miðflokkurinn. Þau eru alveg jafn lítið lausnamiðið og Miðflokkurinn vegna þess að það má aldrei tala raunverulega vandann sem er þetta sjúka misrétti og stéttskiptingin sem arðarsamfélagi færir af sér sem að gera það að verkum ekki Miðflokkurinn að ræða það? Með liðsnildagurna sem er eins og bara heyrir ekki hvað ég er að segja og ég er mikið að velta fyrir mig hver ástæðan sé. Er ég að segja það? Nei, ég er ekki að segja það. Ég er að segja að það er engin flokkurinn á þingi núna sem er að tala fyrir raunverulegum lausnum til þess að leysa þennan vanda. Fólk er bara all hlaupandi út í hver hornin á fætur öðrum, hangir svo þar, þykist vera með einhverja lausnir en enginn kemur með raunverulegu lausnina sem er það að skattleggja ríkt fólk, skattleggja fjármagnstekjueigendur, skattleggja bankana, taka eitthvað af þessum helvítis milljörðum sem að renna í vasa og gróða hjá einhverjum útvöldum einhverju útvalinu yfirstétt og nota til þess að tryggja réttlátt gott samfélag. Já, það var alveg ljóst að það gerist bara rétt mér bara stingaði það sem gerist við kosningar þetta síðustu var að það vantaði þessa rödd. Það er bara ljóst að þingið er alveg laust við, ég tek undir með það. Já, þó ég sé kannski ekki, kem ekki alveg svona, tek ekki svona djúpt í árinni, að þá er ég svona sammála. Eða kannski eftir þú ert ekki formaður í félagi verkafólks á Íslandi sem eru 60% innflytjendur sem eru að vinna í 2-3 vinnum bara til þess að geta borga húsaleigun og gefa börnunum svona borga. Ég veit alveg þekki stöðuna, ég er líka, þú veist, við erum ekki búin að nefna öryrkja, ég meina
fólk sem til geðföllun og annað, sem sagt geðfallaðir hér í þessu samfélagi sem eru á örorku og eru kannski á örorku í 60 ár, þau munu aldrei eignast neitt, munu aldrei fá neitt hér og munu aldrei komast inn í neitt húsnæðismarkaði neitt, þau þurfa bara að bíða eftir einhverju húsnæði frá félagsbústöðum með öðru og það er ekki tekið tillit til þeirra þarfa og annað. Vandinn hins vegar, ég held að það er óhollt að vera með svona mónotóníska raddir eins og eru núna kannski á Alþingi, það sem að vantar, þú veist, maður getur verið jaðarskoðanir einhverjar sem að fólk segir þessu jaðarskoðanir, en eru samt kannski að toga fólk í rétta átt, af því núna það sem gerist þeirra, alveg svo þegar að Samfylkingin fór að tala um erlend fólk hér og hvernig þetta, þú veist, þegar kom þessi svona harða stefna, danska harða stefna aftur hér, að þá færðist jaðarinn. Og það vont þegar jaðarinn færist inn á miðjuna. Mér langar bara að stinga þessu að. Já, ég er náttúrulega vel mér ekki samstæðsfólk á þingi. Það er bara kjósendur sem velja þá í almennum kosningum, skilur mér. Það voru bara kosningar í síðast og sósíalistaflokkurinn fékk lítið fylgi, VFG komst ekki inn, Píratar komst ekki inn og þetta er bara niðurstaðar af þeirrar lýðræðislegar ferlis hver það situr, sko. Það er ekki það að segja. Ég er hins vegar ekki endilega sammála því að einhvern veginn ég vil túlka þannig að grunnvandinn sé frjálsræði fólks og að einhvern veginn við ættum auðveldra með að meðhalda okkar valdamáli ef við myndum segja upp EES-samningum eins og Miðflokkurinn hefur opnað á eða fara einhvern veginn þá leið. Ég held við myndum bara horfa á lokaðra samfélag og samfélag sem verður minni tækifæri bæði fyrir okkur ef Íslendingar vilja fara til útlanda og læra þar að vinna og til fyrirtæki sem það vilja starfa. Þannig ég held að það sé ekki lausnin. En það hefur aðeins verið að horfa aftur í söguna, það var náttúrulega verkamannabústaðinu gott dæmi kerfi sem við áttum og eyðalögðum. Ætti núna, ég man ekki það svona 10.000 sem að voru þá, sko. Nei, núna væri 10.000 þetta reiknaði upp í 28.000 sem að hefði átt að verið, því að krafturinn í framkvæmdunum síðustu árin var það mikill. En það er, ég segi það svona, mann geta deilt þetta endalaust hvað það væri, en það var allavega svo mikið að það væri allt önnur staða í húsnæðiseklunni sem er núna heldur var. En þetta á við margt fleira. Við áttum til dæmis tryggingafélögin, ef maður fer bara inn á tímarit.is og að lesa, ég pröfaði það einhvern tímann, hvað voru mörg tryggingafélög þegar ég fæddist. Það voru 8 tryggingafélög og það voru gagnvirk tryggingafélög, þannig að raunverulega trygginga, þeir sem keyptu trygginga 8 félögin, það voru samvinnufélög sem voru í tryggingarekstri. Það voru ekki bara einhver einkafyrirtæki sem hefðu þannig eina tilgang að skila eigandi sínum sem mestum arðri. Sjávarútvegur á Íslandi var fyrst og fremst byggður upp af samvinnuútgerðum og bæjarútgerðum. Einkafjármagn var mjög lítið í uppbyggingu sjávarútvegs. Við þekkjum kallana sem voru þar, Einar ríki og Alli ríki og Einar Guðfinnsson og þetta er bara eiginlega miklu færri. Að langstærstu hluta var Ísland rifið upp úr fátækt með samvinnufyrirtækjum og opinberu fyrirtækjum. En þetta er eins og þetta bara, við höfum bara ákveðið að gleyma þessu öllu. Það var eiginlega eini kosturum var eiginlega að breyta öllu meiri sem bráðavaktinni í gróða fyrirtæki. Og þannig að við einhvern veginn verðum við að vakna af þessu því þetta er að eyðileggja samfélag. Ég sammála að við þurfum að vakna og ég meina það er aftur þessi fundur sem ég var viðstödd vegna þess að Efling tók þátt í að halda hann og við erum hérna með ekki mjög fjölmennan en mikilvægan hóp sem starfar á bráðamóttökunni og svo eru þetta Eflingafólk sem þrífur bráðamóttökunni og Eflingafólk sem stundar þar öryggisgæsluna og það var áhugavert að vera á þessum fundi og hlusta á sögur hjúkrunarfræðinga og lækna og ömurlegt að heyra þetta en á sama tíma þá var ég líka að hugsa að það er svo margt sem þau voru að segja sem ég sjálf hef upplifað þó það sé auðvitað ekki spurning þar kannski líf og dauða og svo heyrt í samskiptum mínum við Eflingafólki sem er í umönnunarstörfum þessi svona tilfinning fyrir að geta aldrei gert nóg. Ég man mjög vel eftir því að koma heim úr leikskólanum þegar ég var að vinna þar og það hefði verið mikið að gera og leggjast á koddann og vera með samviskubit af því að þú veist ég hefði ekki náð að gera þetta, ég hefði kannski verið aðeins og höst hér, ég hefði einhvern veginn ekki verið nægilega ástrík móðir fyrir allan þennan stóra barnahóp og þetta heyri ég á hverjum einasta degi í samskiptum mínu við fólki mest konur sem starfa á hjúkrunarheimilunum og fólki mest konur sem starfa á leikskólanum og þetta og það var þarna manneskja sem að lýsti þessu svo vel þetta er
það grefur svo undan andlegri heilsu fólks að vinna inn í svona aðstæðum eins og konurnar sem ég tala við að vinna á elliheimilunum þar sem að þær eru einar á næturvakt og gamalt fólk er að deyja og þær hringja og þeim er bannað að kalla út einhvern til þess að liðsinna sér. Þetta er ekki eðlilegt, mannskepnan er ekki gerð til þess að vinna inn í svona umhverfi, mannskepnan er ekki gerð til þess að loka einhvern veginn á þessar tilfinningar og bara komast í gegnum daginn. Það er þá alltaf eitthvað sem þú þarft að takast á við og þá gerur það einmitt. Þú ert komin heim, þú gerur það þegar þú ert einu sturtu eða upp í rúmi og þetta grefur undan andlegri heilsu þessa fólks og þetta grefur líka undan líkamlegri heilsu þessa fólks og svo er fólk eitthvað hissa þegar það sér að konur meðan aldur er að fara hratt inn á örorku. Nei, við skulum bara ekkert vera hissa vegna þess að á endanum þá bara meikar það ekkert lengur að standa í þessu rugli. Hérna hafi verið að tala að starfsfólk á bráðamóttökunni hafi veikst af berklum til dæmis. En þekkir þú ykkur dæmi þessa? Nei, ég þekki það ekki en ég heyrði þarna þessar sögur og það var fólk að ykkar fólki? Nei, ég hef ekki heyrt af því en það var þarna fólk í salnum sem var að lýsa þessu og ég þetta er auðvitað ótrúlegar aðstæður og svo mætir þeim einhver hérna svona kuldi og skeytingarlýsi hjá yfirvöldum spítalan sem segja bara eitthvað víst þú hefur smittast hér. Kannski er það ekki 100% víst en ef hún ekki segja það sé einstaklega líklegt. Algjört rugl til háborinnar skammar og það er líka til háborinnar skammar hvernig komið við starfsfólk leikskólanna og börnin sem eru þar og það er líka til háborinnar skammar hvernig komið fram með gamla fólkið á elliheimilunum og starfsfólkið þar. Þetta er allt til háborinnar skammar fyrir siða samfélag og einhverjum tímapunkti þá hljóta stjórnvöld. Þau hljóta einhvern tímann að leggjast á koddann með þetta samviskubit sem að fólki sem að vinnur í þessum umönnunarstörfum og á spítulunum er með. Einhvern tímann hljóta þau að geta haft nægilega mikla samhygð til þess að geta sett sig í spor þess að fólks og hugsa, verði ég ekki að gera eitthvað? Til hvers var ég kosin? Verði ég ekki að gera eitthvað? Og á sama tíma er verið að senda milljarða í vopnakaup til þess að halda áfram stríði sem allir þó vita að er tapað. Af hverju er verið að hegða sem er svona frámunalega heimskulegum og bara svona nýhiliskum hætti? Þetta var næsta mál og dagskrá, Pavel. Já. Milljarðurinn sem að... Já, og við erum það meira það. Við höfum líka sendt 800 miljónir til að kaupa rafstöðvar fyrir Úkraínumenn til þess að milljarður sem er gaggríndur við sem að er allt annað hvort maður sendir kaupir rafstöðvar eða vopn annars kannski vill eitthvað gaggrína það að við styðjum Úkraínu en það eru miklu stærri hópur sem vill gaggrína það við sem að kaupa vopn af Bandaríkjamönnum til þess að flytja það er örugglega þannig það er kannanir sem að sýna það bara mikil meiri hluti þjóðarinnar en hins vegar er þetta bara þannig að við erum mörg okkar allavega og ég veit ekki alla hafa tölulega samúð með Úkraínu í þessu sjálfstæðisstríði. Ef þú hefur svona mikla samúð með þeim, af hverju eru þið þá ekki að leggja áherslu á það að þetta stríð geti fengið að enda með skynsamlegri niðurstöðu þannig að ungir Úkraínumenn og ungir Rússar hætti að deyja sem fallbyssu fóður á vígvellinum? Já, ég þekki þetta þessa umræðu, hún er alltaf gengur út á það ef að öllum stuðningi, og það er líklegast rétt, ef öllum stuðningi við Úkraínumenn yrði hætt þá myndu Rússar hafa sigur á vígvellinum, leggja undir sig alla Úkraínu og þá kannski myndu átökum linna. Reyndar væru þá Sólveig, komin 1 milljón Úkraínumanna sem eru bestu hermenn Evrópu í dag og komin undir stjórn Pútins og þar með, já það er þannig. Wow, þetta er farfetched, ég hef aldrei heyrt þetta en ég trúi því alveg að þið séu tilbúin til þess að ganga svona langt til þess að hræða fólk til undirgefni við það einmitt að sé verið að viðhalda þessu stríði þannig að núna er ástæðan fyrir því að það má ekki semja frið í þessu stríði og það má ekki ljúka stríðinu er að það myndi milljón bestu hermenn í Evrópu vera komnir undir völd Pútins og myndi það gera innrás í Evrópu. Það er það sem myndi gera Sólveig. Það er náttúrulega ekki hægt að tala um þessi mál þegar fólk það er erfitt að tala um þessi mál ef það er alltaf gripið. Já, þetta er bara það sem Vladimir Putin sjálfur hefur lýst yfir að sé þess markmið að ná undir sig allri Úkraínu. Já, en af hverju er þá ekki Bandaríkin og Evrópa að svelta Úkraínu til þess að láta hana leyfa honum að vinna í því að það sé hægt að semja um frið? Það er allir að vinna í því að sé hægt. Það er allir að vinna í því að sé hægt. Aldeilis ekki. Það er allir að vinna í því að sé hægt. En staðreyndin er svo að svo það er þá tvær leiðir þessum friðinu að gesa. Svelta Úkraínu svo þeir gefist upp sem er leið sólauginu. Nei, það er ekki leið minn, ekki leggja mér orð í munn. Nei, menn hver er þá svo leið? Ég var að segja það.
að ekki hjálpa Úkraínu. Nei, ég var að segja að ég vil ekki að Ísland kaupi vopn sem eru notuð í að framlengja blóðugt stríð sem ekki er hægt að vinna og ég vil af því að ég er ekki búin að ganga einhvern veginn til liðs við einhvern níhilisma og einhverja bara þörf í það þurfi alltaf að vera einhver stríð sem aldrei taka enda. Ég trúi ekki á eilífu stríðin sem að Bandaríkin hafa verið að predika frá síðustu aldamótum, heldur að ég trúi á diplómatísk samskipti, ég trúi á það sé hægt að semja frið og ég trúi því að ef það er vilji til þess á alþjóða vettvangi að ná góðri niðurstöðu þá að sjálfsögðu er hægt að finna hana. Ástæðan fyrir því að það hefur ekki verið hægt vegna þess að það hefur markvisst verið komið í veg fyrir það að það sé hægt. Það er ekki rétt. Jú, víst það er ekki rétt. Jú, víst Ástæðan fyrir staðan er bara segir bara pass, þetta er bara fínt sko. Staðan er bara það er ekki hægt að segja pass í þessu máli. Það er þetta að segja það sem ég sýnist í þessu máli Sólvana, ég má segja pass við því. Það er ekki hægt að segja pass í þessu máli. Ég skal ekki segja pass, ég skal sitja hérna og ef við segjum pass, þá erum við náttúrulega ég er ekki að segja, veistu, ég er bara að tala, ég er bara að sitja hér og þetta er ekki samtal, við erum ekki í samtali að það sé verið að senda peninga til þess að viðhalda stríði, að það sé verið að taka peninga innan úr Evrópu, innan úr velferðarkerfum Evrópu til þess að viðhalda stríði sem er ekki hægt að vinna á meðan að það er verið að grafa undan möguleikum venjulegs fólks í þessum löndum til þess að eiga bara gott og uppbyggilegt líf. Af hverju eru það að senda peninga, af hverju þetta vopn til Úkraínu? Vegna þess að við erum styðjum Úkraínu þeirra sjálfstæðisbaráttu og þetta er ekkert annað en það. Af hverju sendið þá ekki peninga og vopn til Palestínu? Við styðjum Úkraínu. Já, sendið þá peninga og vopn til Palestínu líka. Þetta er svona whataboutismi. Nei, alls ekki. Ég bara að segja, ef þetta helsta markmið í utanríkispólitík er að styðja fólk í frelsisbaráttu, sendu það þá þangað. Þú þarf ekki að hafa þetta eins og Pam Bondi í bandaríska þinginu. Er ég Pam Bondi? Nei, ég verð ekki að meina það. Þá var það bara, maður heyrði aldrei, það voru allir alltaf í einu. Þú átt mínúturnar eins og þau segja það. Staðreyndin svo það var ráðist á Úkraínu. Ég held að það sé allir sem sjá það sem vilja það sjá. Það voru einn aðeins sem réðst á hinn. Við erum tilbúin að styðja við Úkraínu í þeirra sjálfstæðisbaráttu. Við erum tilbúin að senda þeim tæki til þess að geta haldið á sér hita yfir þennan vetur. Ná, ég skjóti inn að því að Rússar réðust inn í Úkraínu, þá er eina lausnin frá ykkar sjónarhorni fullnaða sigur Úkraínu á vetur. Nei, það er ekki eina lausnin og það er alveg ljóst, hefur verið ljóst í núna í nokkuð tíma að Úkraínumenn eru tilbúnir að semja vopnahlé í þeirri stöðu á vígvöllum sem er í dag. Rússar krefjast þess að það er ekki bara það, heldur fá þeir afhent í landsvæði sem þeir hafa ekki ennþá ná tökum á. Það er þeirra krafa. Nú geta allir sagt hvað þeim finnst sanngjarnt í þessu. Mér finnst valla sanngjarnt að við stöðum Vígland þar sem hún er í dag, vegna þess að þá eru það verðlauna árás aðalega. En það eru Úkraínumenn sem eru taka það ákvörðu. Þeir eru í viðræðum við Rússa eitthvað stær í Abu Dhabi. Algjörlega, en ég held í það. Á meðan eina sem Rússar eru að gera núna, þeir eru að tefja, ná sér tíma þessu samningaferðum, vegna þess að á meðan þeir myrja áfram nokkra ferkilometra á viku, þá sjá þeir ekki tilgangin til þess að semja. Af hverju ættu þeir svo sem að gera það? Samvættlíðið Rússland ber ekki mikla virðingu fyrir fólkinu sem þar býr, menn þeir hafa sendt inn það og það eru örgulega milljón mann sem hafa látist að slasast í þessu stríði, þannig að þeir munu halda áfram að gera það. Eina leiðin til þess að það náist friður er að þessi hæga framrás Rússa stoppi og leiðin til þess þær hafi vopn að verja sig. Og ég sé ekki tilgangur með því. Hvernig ætlar að stoppa þess að hægu framrás Rússa? Með því að gefa þeim það sem þeir hafa til þess að geta varið sig. Og ég sé, ég get skilað sem bara móti því að Úkraínumenn að gefa Úkraínu pening. En mér finnst það aldrei skrítið. En við erum tilbúin að gera það, en bara þannig að okkur líði vel með það. Við skulum ekki gefa ykkur það sem þið segja að þið þurfum mest að halda. Við ætlum bara að gefa ykkur það stuðning sem okkur líður vel með. Að Íslendingar sendi ekki vopn til Úkraínu er það að við erum herlaus þjóð og vopnlaus þjóð og við getum ekki sendt vopn til þess að drepa annað fólk vegna þess að við getum ekki varað okkur sjálf. Þetta er fyrst og fremst að fara í loftvarnir sem sjáum það að það sé ekki skotna niður og eyðilega fleiri. Þetta er ein klassíska íslenska afstaða sem að mikill meirihluti þjóðarinnar er fylgjandi. Við getum sendt hvað það eru rafstöðar, við getum sendt sjúkrahús, það er alls konar dót sem Úkraínumennum vantar annað en vopn og við höfum bara að sleppa því þess að sá sem getur ekki varið sig, hefur engan her, hann á ekki að vera að kaupa vopn til þess að drepa fólk. Mér langar að segja eitt með Úkraínumenn og hvað sem við ættum að gera
helst. Og við ættum að hætta að koma fram við það fólk sem að hinga kemur, til dæmis úgrænumenn, sem að komi hér fyrir 4 árum, rúmum, og við erum að breyta hér kerfinu, sýnt og heilagt. Núna getur þetta fólk ekki, það getur ekki sótt búsetu hér, varanlega, því að það alltaf verið að breyta lögum til þess að því að við erum alltaf að vona að við getum sendt þetta fólk heim. Því það ekki gott að hafa hér mörg þúsund manns sem koma hingað. Af því þeir eru að flýja eitthvað stríð, koma hingað til Íslands og eru síðan í óvissu hér í mörg ár. Þau hafa samt mikla sérstöðu. Já, en það verið að það núna eru nefnilega, það eru breytingar. Maður hefur heyrt það í tengslum. Dómsmálaráð var bara að segja þetta í vikunni. Já, það eru breytingar á döfinni og þetta ekki gott. Því að við vitum það þegar fólk það eitt að vera að koma hér á flótta frá Palestínu eða Úkraínu eða hvað hún kemur og vera hér langan tíma, þú veist, búin að missa heimilið þitt, það kannski búið að drepa fjölskyldu þín og annað eins og í tilfelli margra palestínumanna, en þegar við erum síðan að breyta því þannig að þú veist að óvissan verður alltaf lengri og lengri og lengri. Þá erum við komið fólk sem hér í meiri vanda á götunni. Jaðarsettara verður, það ýmist það sem gerist þegar maður jaðarsettur. Að því við erum alltaf að tala þú veist, við tölum geðsjúkdóma, það sé bara eitthvað sem komið úr heilanum á okkur, þess vegna erum við geðveik. Það líka jaðarsetning og við ýtum fólki til hliðar og það bregst fólk við. Þetta finnst mér eitthvað sem við ættum að fara að sinna betur. Hefur eitthvað þessu fólki leita til ykkar til dæmis? Já, við erum hér, Styrktarsjóður geðheilbrigðis sem búið að styrkja hér sem reyndar ekki í eigu geðhjálpar þannig, við peningarnir fóru úr en við erum komum að honum að því við erum þar formaður geðhjálpar fyrir Styrktarsjóður geðheilbrigðis og síðan ég starfsmaður Styrktarsjóðs geðheilbrigðis, hann hefur stutt núna í tvígang verkefni Olgu Kudos sem að sinna hér úkrænufólk í sálgæslu fyrir úkrænufólk og líka börn þeirra hér. Það sem hafa veikst bara. Ég bara fólki sem það veikist. Við erum öll sem göngum, allir sem gangi hérna svona áföll. Að þeir eru, það skilur, þú þarft hjálp. Mér langar að segja bara þegar er mikilvægt að koma fram út og þegar kannski fólk að hlusta á okkur sem að veit ekki nægilega mikið þessi mál að úkrænumenn þeir fengu strax náttúrulega atvinnuleyfi. Íslensk verkalýðshreyfing tók strax á móti opnum örmum, Efling ásamt fjölmörgum öðrum, eða ég veit ekki fjölmörgum en allavega ýmsum öðrum stéttarfélögum fór í verkefni að hjálpa fólki með að fá að búa meðan að það var verið að finna hagkvæmara húsnæði í sumarbústöðum og svo framvegis. Þannig að úkraínumenn sem hafa verið á flótta og komið til Íslands, þeir hafa notið miklu þeirra hafa beðið mýkri móttökur heldur en annarra flóttamanna sem að hingað hafa komið, það staðreynd. Og þeir hafa farið mjög vel með það líka. Það ég bara að segja það sem er að gerast, nú erum við að breyta því á sama tíma og við erum að senda einmitt, kaupa vopn. Atvinnuþátttaka líka, auðvitað mjög há vegna þess að þeir fengu leið þeir voru búin að stíga fæti á íslenska grönd máttu þeir fara að vinna. Það hefur ekki verið það sem hefur beðið margra annað flóttamanna. Þannig að það ekki hægt að eina stundin að segja já, hér er hópur flóttamanna sem er með mjög háa atvinnuþáttöku og vá hvað þau eru flott og dugleg, já þau máttu strax fara að vinna. Hér er svo hópur flóttamanna sem af einhverjum ástæðum kannski ekki með jafn háa atvinnuþáttöku og getur verið að ástæðan sé sú að það er einmitt allt gert til þess að hrekja það fólk á landi brott, hleypa þeim ekki inn á vinnumarkaðinn, gera það að verkum að líf þeirra einmitt verður mjög jaðarsett og ömurlegt. Getur verið að sé einhver svona getur verið að afstaða stjórnvalda hafi þar eitthvað að segja með það hvernig fólk fótar sig? Maður myndi ætla það að stjórnvalda myndi læra þessu og láta alla flóttamenn sem hingað koma að fá atvinnuleyfi strax til þess að hækka atvinnuþátttökuna, ég myndi halda það. En mér finnst þetta merkilegt að Grímur kemur inn á eitt af því að við vorum talað um þessu með vopnakaup og mér finnst bara eðlilegt að það gangi bara í einhverju umræðu í samfélaginu. Þetta gert í okkar nafni, þetta svona einn af þeim hlutum sem að vera bara í breiðri almenn umræðu og mér leiðist að þeirra stjórnvöld láta bara eins og þau geta ekki ákvörðun það á einhverjum fundi sko. En það er náttúrulega þingsáleita til þess að samlingur baki. Ég hef ekkert verið hættur að fjölmiðla að tala um þetta, ég get skrifa greinum og birtana þannig að ég hafna því að sé einhvern veginn finnst ekkert engin umræðu með það. Nei, með Grímur koma með annað sem að maður heyrir allt í einu, það byrja að vera að tala um það að senda flóttafólk aftur heim. Og fyrst heyrði ég þetta þá var dómsmálaráðherrann okkar einhvers staðar út í Evrópu að taka þátt í umræðu held ég á vegum Evrópusambandsins að senda Sýrlendinga aftur heim.
og ég sagði bara, akkur er við að taka þátt í þessu, við erum svo örfáa Sýrlendinga í samanburðu hina, ég meina, minnst eðlilegt að þetta sé kannski til umræðu inn í Þýskalandi eitthvað sem ég þekki það ekki, en það er alltaf að ef við varum með jafnmarga Sýrlendinga og þeir tóku við, eða þessu Svíjar, þá varum við með 7-8.000 Sýrlendinga, en þeir eru bara einhverjir, ná ekki 500 held ég. Þannig akkur er við að taka þátt í þessar umræðu. En þá byrjar maður að heyra þetta, að og ég tók eftir þess að framfaraflokkurinn í Noregi, hann er systurflokkur Miðflokksins, hann er komið með þessa kröfu að Úkraínumennum verði sendir heim. Og mér finnst þetta að vera svona atriði, að því að þú ert að tala hvað það vita allir sem eru bara manneskjur, hvaða árið þetta hefur á okkur sem að fær hérna inn, en það er alltaf verið að segja við, þetta er bara tímabundið, ekki gera nein plön, það er eiginlega versta sem þú getur lent í lífinu, er að hafa eiginlega enga möguleika á því að gera nein plön og vera alltaf á skilorði einhvern veginn. Farðu og fer hringinn í kringum landið og heimsækir til sveitarfélögin, það sem eru til dæmis 30% íbúa, jafnvel 40% af erlendu bergibrotina, þá er talað mikið það að inngilding í samfélagið, þáttaka krakkana í íþrótta- og æskulýðsstarfi og fleira, miklu minni. Fara í menntaskóla og allt þetta. Þetta eru hópar sem að ná einhvern veginn þrátt fyrir að þeir koma, því þeir koma á þessum forsendum vinnuveitandan í runni, koma hingað og eru þarna og nú er þessi hópur, við erum komið miklu stærri hópa því við tókum að móti mjög mörgum Úkraínumönnum, við tókum líka móti Venesúelamönnum sem að við byrjuðum nú að breyta hér fyrir nokkrum árum. Og erum að senda heim. En að þetta gerir það verkum að við erum líka og þá verður, og ekki nóg með það eins og kannski Sólveig Anna minntist á hérna áðan með skólakerfið í gamla daga, þá vorum við í skólum kannski í Fossvoginu með einhverjum krökkum, en núna erum við ekki lengur í Fossvoginu með þessum krökkum í skólum, af því að það er bara því monotónískara samfélag heldur en þú ferði í eitthvað annað ef þú ferði upp í fellin. Og þetta allt saman er hluti sem við erum að hugsa sem samfélag, því að við erum alltaf að benda, horfið á Svía, þeir gerðu þessi hræðilegu mistök, alltaf þessi hræðsluóráður sem kemur frá meðal annars Miðflokknum. En við erum með því að gera þetta svona eins og við erum að gera núna, að vera með svona tímabil og það bara lengjum tímabilið og þú hafðu nú á hreinu, þú ert ekkert að fara að búa hér, ekki hafa fyrir því að læra þetta tungumál því að þú ert nú alltaf að fara að vera hérna lengur en í ári viðbót. Allt þetta hefur vond áhrif á samfélagið. Ég held að þetta komið fólki á óvart, Ég held að flestir hérna í Íslandi halda það að við höfum boðið Úkraínumenn að koma hingað. Og ef að þú nærða fótfestu í íslensku samfélag þá er það bara frábært, þá er þetta bara hluta okkur og velkomin. En ekki það að segja, svo ef að Zelenski semur frið í júní eins og hann segist alltaf að gera, að þá rekuðu ykkur all heim. Ég held að bara svona almenningur upplifið að dýllinn hafi ekki verið þessi. Mér finnst ólíkt að það hafi verið niðurstaðan. Þetta fólk hefur verið hér, þeir sem hafa verið svo upp að strís á nú, verið það lengi. Var að forma Sjálfstæðisflokksins svo ætlaði að reka Palestínu með alþjóðlega vernd að við erum byrjuð á því, eftir að hann sagði þetta, þá erum við búin að vísa Palestínumanni heim. Bara Jens Garðar Helgason sagði þetta og við fordæmdum hann bara eða flest öll og þetta algjörir öfgar hjá honum að fara bara að taka þátt í uppbyggingunni og vera bara til síðan eru búin að senda einn allavega. En allavega þetta er búið að vera, það er búið að skerpa aðeins á þessari útlendingaorræðu hér í núverandi ríkisstjórnar sem mér finnst ekki góð pæling af því að hún hefur áhrif á fólk og við verðum einhvern veginn að hugsa þetta litla samfélag sem er hér, það er viðkvæmt og við verðum einhvern veginn að ná að fólk verður og jaðarhóparnir, fátækir jaðarhópar sem að stækka og verða fjölmennari, það er ekki gott fyrir þetta samfélag. Þó að eins og við vorum að tala hér áðan að 70% af okkur, við höfum það svo gott að við bara pælum ekki í þessu, að þá er talsverður hópur þegar við orðið 30% Íslendinga og jafnvel meira sem er á þessum stað. Það er ekki gott samfélag. Það verða átök í samfélaginu, það vont að búa í svona samfélagi. Það er það. En við erum með náttúrulega helling til að ræða. Já, heyrðu, það er við erum með verðbólgu og mér er svo fyndið að Mokkin segir að þegar að gjöldin voru hækkuð hérna að ríkissjóðinni, að þá segir Mokkin að þeir hafa ekki spurt Seðlabankann. Það var nú Stefán Einar sem spurði hann í Sæði anda þegar Davíð Oddsson var, hann hafi spurt Seðlabankann.
Það var allt vitlaust þegar það var ekki Villi Birgis upp á Skaga sem að vildi spyrja Seðlabankann hvort að tilteknar hækkanir myndu leiða til þess að þeir myndu taka ákvarðanir það var muni ekki eftir því, það var bara hneykslunnar alda gekk yfir eða eitthvað tíma fyrir jólin hann áður en þið gerðu samningin. Nei, man ekki eftir. Bara sjálfstæði Seðlabankans. Það sjálfstæði Seðlabankans og það bara heila. Það heilara en Guð og það heilara en allt heilar. Og eins og við til dæmis reyndum í kjarasamningunum 2024 sem skrifum undir það á langtíma kjarasamningunum og vildum við setja inn forsenduákvæði lækkun vaxta. Það var allt vitlaust. Samtök atvinnulífsins tjúluðust, við létum útbúa eða fengum útbúið fyrir okkur minnisblað sem sýndi fram á það væri bara vel hægt að vera með forsenduákvæði eins og þessi en ég menn það var einmitt bara látið eins og við værum bara guðlastarar af verstu sort og bara það næsta sem við myndum gera væri bara að fara að naga barsfót í beinni útsendingu þannig að það sjálfstæði Seðlabankans hefur verið og mjög mikið og það náttúrulega það sem að frjálst markaðshagkerfi gengur út á það þessi dýrkun á sjálfstæðum Seðlabankum af því að annars væntanlega Pavel að hugsa verðum öll eins og Venezuela eða eitthvað líka en það nú mikið stig eimdar á milli áður en við komum þangað sko. en þú veist nú Seðlabankinn orðinn svo sjálfstæður að stjórnvöld í lýðræðislega kjörnu samfélagi eiga að fara til hans í hans mikla sjálfstæði og fá leyfi áður en að þau taka ákvarðanir að beita ríkisfjármálum með einhverjum hætti. Ég held að sé nú ekki þannig, ekki bara frekar hugsa þannig að ef að stjórnvöld mista tökin á ríkisfjármálum þá kemur Seðlabankinn hækkar vexti sko en þetta sé svona ekki hugsa að það sé einhvern veginn búið að semja það vextir hækki ekki og stjórnvöld geti mista tökin á ríkisfjármálum án þess að þessi gripið til þeirra. En fyrst aftur ég meina ég ekkert endilega viss að við eigum einhverja töfralausn út úr þessu með minnsta sjálfstæða gjaldmiðil í heimi. Mættum við ekki fara að ræða núna lög Seðlabanka sem að þessi grey sem að stýra Seðlabankunum hafa bara verið að horfa á verðstöðuleika sem að leiði til þess að í hvers skipti sem þeir halda sig að koma verðbólga og hafa bara eitt tæki sem er að hækka vexti. Það augljóslega að það virkar ekki og það bara hefur kostnaður við það gagnvart þeim sem að skulda og þeim sem að síst skildi bara stjarnfræðilegur og talandi svona hvernig þetta íkja upp stéttaskiptingu þá þetta dæmi hvernig það gerist. Og þetta hefur mjög slæm áhrif, þetta eyðileggur húsnæðismarkaðinn okkar fleira, þannig að augljóslega þetta ekki að virka. Ekki komið tíminn til þess að bara ræða í staðinn fyrir að vera að tala heilarleika sjálfstæðs Seðlabanka. Hann tala bara ný lög Seðlabanka þar sem hann verður að taka tilliti til dæmis stöðu húsnæðismarkaðs, eins og gert næstu í öllum löndum nema okkur. Ég held að sé nú reyndar oftast þannig að vera stöðuleiki sé langstæsti hver sem ástæðan að þá hefur þetta tæki þegar við hækkum vexti, það hefur allt önnur áhrif hér heldur en nokkuð tímann hefur haft í ferðið önnur lönd í kringum okkur, það einhvern veginn, næmnin allt önnur og það segir okkur að þetta eitthvað annað dæmi hér og spurning hvort að formúlan sé í rauninni gangi upp í þessu samfélagi sem að við einhvern veginn bjuggum til. Mér finnst það alltilega að ræða þetta. Það þannig að þegar þú lest einhverja hagfræði að þá virðist þessi hagfræðiformúla alltaf verið mjög einhvern veginn beygluð hér. Ég vissi þetta svo nefnir bara hugmynd að Seðlabankinn verið áfram sjálfstæður en hann takir til fleiri þátta í rauninu. Það alveg hægt að örgulega ræða það. Ég held að flesti í heildsamari sé nú á því að verðstöðuleiki skiptir aðmáli en ég er samt bara ekkert ég er í alvörunni ekki viss það að við komumst út úr þessu ástandi með þennan gjaldmiðil. Að sumilegt hljómar þetta alltaf þannig að við verðum að halda þjáningunni áfram til þess að knýja þjóðina áfram að taka við þessari alls ekki, við erum ekkert stórkallar samfélag, það rétt sem Sólveig nefndi, við höfum háan lífsstandard, við höfum háan kaupmátt, við bara göngum reglulega gegnum það að fáum verðbólgsskot og svo koma á þetta launþegar og vilja eðlilega fá það bætt og gott betur að því það snýstu kjarabarata að fá meira út fyrir sér snúð frá árið, eðlilega og svo bara keyrir þetta áfram svona endalaust og við munum þá líklega ef við erum áfram þennan gjaldmiðil þá munum við varanlega búa við allt í lagi kaupmátt allt í lagi atvinnustig en langvarandi hærri verðbólga, hærri vexti heldur en aðrar þjóðir. Það er náttúrulega við ætlum að fara inn í Evrópusambandið þá auðvitað verða hér miklar breytingar
og mögulega geta þær leitt af sér lægra vaxtastig og lægri verðbólgu og eitthvað svoleiðis. Það má vel vera. Ég hef enga kristalskúlu og get ekki spáð fyrir það, en það sem ég veit 100% að til þess að við getum fungerað inn í Evrópusambandinu þá náttúrulega breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu alveg. Við þurfum að innleiða hér svokallað SALEG. Hér verður samið vissar prósentur og sú nálgun verður ákveðin við einhvers konar þjóðhagsráðsborð. Þetta mun auðvitað gera það að verkum að það mun draga úr allri raunverulegri starfsemi verkalýðsfélaga eins og við þekkjum hana núna og mér finnst skrítið að þetta sé aldrei rætt. Þetta ekki rætt á vettvangi stjórnmálanna, þetta hefur ekki verið rætt á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar, en þetta alveg ljóst. Þannig að þú finnst mér það sérstaklega góð og spennandi tilhugsun að vera þá komin inn í miklu ólýðræðislegra og svona formfastara vinnumarkaðsmódel sem að mun verulega skerða getu vinnuaflsins hér til þess að semja verðið á framlagi sínu. Nei, mér finnst ekki sérstaklega spennandi tilhugsun. Mér finnst ekki gott ástandi eins og það núna þar sem að verka á láglauna fólk dregur samningsvagnin, reynir að semja með skynsamlegan hætti til þess að reyna að ná niður vöxtum og verðbólgu og svo kemur hið opinbera og semur við aðra hópa miklar umfram hækkanir, atvinnurekendur á almenna markaðnum, númer 1 velta hækkununum út í verðlagið og númer 2 eru svo að borga veruleg umfram laun það sem samið var sem auðvitað knýr hér áfram verðbólgu bálið, en ég vil þrátt fyrir þessa galla á íslensku vinnumarkaðsmódeli þar sem að láti sem eins og að menn með 2 milljónir á mánuði og kona með 500.000 eigi einhvern veginn að hafa nákvæmlega sama til dæmis verkfallsrétt og eigi að hafa nákvæmlega sömu getu til þess einhvern veginn að lama atvinnulífið til þess að fá betri samninga, þá vil ég samt frekar það kerfi. Út af því að á endanum þá finnst mér bara ágætlega vænt íslenskt samfélag og ég ágætlega investerað í því að tryggja að þau gildi sem að við höfum gert á okkar eins og til dæmis gildin háa stéttarfélagsaðild og mikla þáttöku verkalýðsfélaga í því að móta samfélagið að þau séu ennþá til staðar og það augljóst að ef að það á að tróða okkur inn í Evrópusambandið að við munum aldrei geta búið við þetta módel. Það ekki hægt. Nei, meina, Danir með aðeins öðru vinnumarkaðsmódel en Íslendingar, en ég sé ekki endilega að Danir sem eru í Evrópusambandinu eru tengdir við evruna, þeim hefur gengið eitthvað verr að ná fram kjarabótum fyrir sína laun það heldur ég ekki Dani, ég að segja ég vil halda í mín íslensku gildi og mitt íslenska vinnumarkaðsmódel og munurinn á stéttarfélagsaðild til dæmis hjá Dönum og okkur, hún auðvitað mjög mikil. En ég bara segi samt að segja En hvernig ef við horfum á sko, þú veist, þetta kerfi líka, þú veist, þetta bankakerfi sem hér, lífeyrissjóðakerfi og allt þetta sem það sem þetta einhvers konar svikamilla, þú veist, að húsnæðis í rauninni það það verður að hækka húsnæði verður að hækka til þess að hreinlega, þú veist, að þetta kerfi, því þetta svo miklu peningar sem það búið að investera í svo miklu. Við erum svo lítið, þetta fjárfestingamarkaðurinn hér svo lítill fyrir alla þessa aðeila sem með þessa peninga sína, sem hafa grætt svona mikla peninga, að þeir þarna, taka þátt í okkar, í fjörutjónum okkar, sem þá í mín eign það eina sem ég mun eignast á ævinni, kannski eitthvað húsnæði og svo það bara í þessum spíral sem alltaf hækkun sem fer aftur inn í það. Þetta líka séríslenska kerfið og mér finnst það svo fráhrindandi. Það húsnæðisbóla mjög víðar en á Íslandi og húsnæðismarkaðurinn í mjög mörgum evrópskum stórborgum einmitt orðin þannig að vinnuafl og ungt fólk getur ekki lengur eignast þar íbúðir og annarkvort fast á leigumarkaði eða ítist út í jarana. Það þá allavega til þess, það mjög þróaður og þroskaður leigumarkaður víða í Evrópu, mjög, Berlín, Kaupmannahöfn, víða, það sem Svíþjóð, það hefur verið margt gott sem eru gert þar líka. Ég var að benda gallarnir við íslenska kerfið eru þessir. Þetta loka, þess að þú ert alltaf með þetta inn í þessu matadorspili, þess að þeir eru einhvern veginn í kringum borðið að spila alltaf sama matadorið í þessu lokaða hagkerfi með þessa lokuðu örmynd. En ekki vandamálið hvernig íslenski húsnæðismarkaðurinn samsettur? Það einhverju 5.000 leiguíbúðir sem eru hægt að skilgreina sem félagslegar. Það einhverju 11, 1200 eða 1300 íbúðir inn í Bjarg.
En svo þetta bara opinn markaður. Það er engin þjóð sem dettur út í hug. En algjörlega, svo erum við með lífeyrissjóði sem einhvern veginn fengu það var, þú veist, þeirra samfélagslega verkefni var að kaupa GAMMA. En akkur tökum við þá ekki höndum saman, við sem að viljum betra samfélag og við sem að, einmitt, viljum ekki búa í samfélagi þar sem að það er einhvern veginn búið að ýta aðfluttu fólki sem að kemur til þess að flýja hörmungar og bara fólki sem að fætt hér, akkur saminumst við ekki það að reyna einmitt að beita okkur í pólitík til þess að hafa áhrif á lífeyrissjóðina og á stjórnvöld og á kapitalistana í stað þess að fara að eyða orku okkar í það að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið sem að mun, eins og allir vita, gera það verkum að öll rifrildi næstu mánaða, mögulega næstu ára munu snúast það. Rifrildin hafa verið verðbólgu og vexti í síðustu 100 ár. Það er ekki góð nýting á tíma okkar sem að viljum réttlátt samfélag. Það er miklu betri nýting á tíma okkar að við reynum að bindast einhverjum böndum og finna einhvern samtakamátt í því að búa til hér í þessu að mörguleyti ágæta samfélagi sem að hefur lýðræðislega vettvanga bæði innan verkalýðshreyfingarinnar og svo auðvitað bara í því hvernig stjórnmálin okkar eru uppbyggð. Við höfum vettvanga þar sem við getum alveg raunverulega náð árangri ef við bara finnum einhvern veginn gæfuna til þess að geta staðið saman og barist fyrir því sem skiptir máli sem er ekki það að ganga inn í Evrópusambandið. Ég skal viðurkenna að þessi þáttastjórnandi að þessi yfirvofandi Evrópuumræða er bara hálfgerð martröð. Það er kannski 1,5 ár. Þú vilt tala bara áfram húsnæðismarkaði næstu 100 ár. Sama. Það gerum við ekki. Ég er endur ekki vissum mig að við þennan þátt að niðurstaðan að ég og Sólveig verðum sammála aðferðirnar sama hvort þið göngum með svolítið ekki. Málið er að öll umræða, hvort sem hefur verið meira öryggismálin. Það verður húsnæðismálin, heilbrigðismálin og allt saman. Við viljum fara inn í þessa kvörn sem að verður rifrildi Evrópu sambandið og þar munu svona alls konar lukkuriddarar á báðum vígstuðum einhver munu lofa okkur Evrópuvöxtum og halda þessi bara samræmdir húsnæðisvextir um allt Evrópusambandið, hinum megin munu einhverju menn tala einhvern fullveldi og svona og eins og við svo viðkvæmum umræðan á Íslandi, hún er þannig svo hætt við að fara út í tóma vitleysu. En ég ætla samt að segja að það er ekki einhver sem að mun lofa okkur lægri húsnæðisvöxtum. Það er aðal loforð Evrópusinnanna, þannig að það er ekki einhver út í bæ, einhver lukkuriddari. Það eru bara þeir sem að hér vantarlega báðir sitja við hliðina mér sem að vilja eingöngu Íslands í Evrópusambandi lofa þessu og þetta er raunverulega fremsta og helsta og mögulega eina loforðið. En við munum koma fram og segja listi yfir húsnæðisvexti í Evrulöndunum og þeir eru bara mjög mismunandi og það mun engu skipta. Evrópusinnar munum samt koma fram og segja ef að við kjósið í Evrópusambandi þá munum vextið verða bara 0,5%. Ég held ég mun nú ekki halda það er ekki Evrópusambandið er stórt og fjölbreytt en ef við ætlum að hugsa hvernig er líklegt okkur vegni þá er líklegt að okkar staða verið svipuð þeim löndum í Evrópu sem eru líkust okkur þar að segja við Danmörku, Svíþjóð. Ég held að ef þú tekur samfélagsgerðina og lagasetningun þá sé Danmörk líklegasta land sem er svipaðast okkur. Þannig að finnst þannig að það er ekki hægt að hræða fólk með... En Pavel, þeir eiga félagslegt húsnæðiskerfi sem var byrjað á fyrir þar síðustu aldamót. Ég er ekki að segja sé eins okkur öllu öðru leyti en ég ætla að tala bæði þegar við ræðum atvinnuleysi. Mjög ólíklegt atvinnuleysi hér verði eins og atvinnuleysi er í Þýskalandi núna sums staðar í Suður-Evrópu vegna þess að við erum bara með allt annað allt annað löggjöf varðandi atvinnu, allt annað hefðir og venjur sem það var. Atvinnuleysi í Danmörku er ekkit rosalega hátt á samanskapið rétt að vexti verður ekki alls þar þessum en mér finnst mjög tiltölulega auðvelt að röksta það að það eru verulega líkur á því að við munum náttúrulega fá talsvert lægri vexti á húsnæði heldur og haft, við munum ekki búa við verðtryggingu eða allt annað sem hefur verið gert, alla annað skítaretningar sem hefur verið gerðar til þess að reyna það, búið til kerfið sem þú getur mögulega að lána fólki fyrir íbúðum meðan að fólk sér gældmiðl. Ég verð að segja, ég hlakka bara svolítið til þegar þessi umræða fer raunverulega af stað, þannig að það verður svo ótrúlega margt sem við munum verða að ræða. Við munum til dæmis verða að ræða það hvað þeir flokkar og þau öfl innan þessa samfélags sem að ætla að láta okkur fara inn í Evrópusambandið, ætla til dæmis að gera við lögin stéttarfélög og vinnudölur frá 1938, ætla að gera við embætti ríkissáttasemjara, ætla að
hvaða leiðir á að finna til þess einmitt að hemja getu verkafólks til þess að leggja niður störf, til þess að geta knúið á betri kjör. Þetta bara umræða sem á eftir að eiga sér stað og einmitt, eins og ég var að segja áðan, þá hefur einhvern veginn engin verið að ræða þetta og þetta bara mjög mikilvæg umræða bara lýðræði í landinu okkar og einmitt getu til dæmis aðflutts verkafólk sem hér ekki með kosningarétt til þess að geta haft áhrif á kjör sín. Ég segi og mín sannfæring sú að verkalýðsfélögin séu einmitt mjög mikilvægur staður til þess að fólk geti tekið þátt í að reyna að móta efnahagslegt umhverfi sitt og með því að nota þetta tól ásamt öðrum. Þetta bara, ég er mjög spennt að fara inn í þessa umræðu. Ég held að muni margt koma í ljós, ég held að muni margt opinberast afstöðu fólks og ég held að verði margt sem að verði sagt og lagt fram sem að muni gera það að verkum einmitt að þessi átök og þessi rifrildi verði mikil og mögulega með öðrum hætti en fólk ímynda sér akkurat núna. Já, en ég kvíði þessu ekkert sérstaklega, þú talar 2 ár, já, en við tökum þá bara eitthvað ákvörðun og það ekki þannig að í löndum þar sem þjóðin hefur ákveð að ganga í Evrópusambandið þá sé dag og nótt fólk að tala það einungis. Það verið svolítið vera að þessi ákvörðun sem fólk tekur og svona ofta sæmla sáttu við, það ekki mikil umræða hvort fólk hefur verið Evrópusambandið í Slóveníu eða Svíþjóð og Finnlandi þess vegna, það bara... Við höfum tekið svolítið styrpur í þessu og algjörlega. Svona maður sér það að þetta svona gamlar svona vílínur, þannig að það tekur svo upp stundum eitthvað svona þjark sem að maður sér ekki. Það væri gaman ef okkur tækist að koma að einhverju máli svona opið og reyna að skoða hverjir eru kostirnir, vera með einhverja greiningu, komast einhvern veginn saman það. Ég hef svolítið verið að kvarta yfir því en undanfarið okkur tekst þetta í fáum málum. Þetta er ekkert samkomulag í samfélaginu hvað veldur þeirri verðbólgu sem er á Íslandi í dag. Það bara getur hver sem komið fram með einhvern veginn sín gömlu baráttumál og sagt að verðbólgan myndi hverfa ef þau myndi hlýða mér. Fyrir einhverjum árum síðan þá var þröskullinn að Evrópusambandinu Maastricht skilyrðin og við uppfylltum ekkert að þeim svona fyrir 10 árum, ekki neitt. Og ekki ennþá, held ég. Nei, ekki verðbólgumarkmið allavega, en það er sumt að hinum er að fara hraðar niður heldur en vonast þetta til, sko. Þið hafið trú á umræðu hefð Íslendinga? Ég hef enga trú á henni endilega, sko. Ég gerir bara svo pannbondi, ég öskra bara þangt að einhver hlustur á mig. Ég hef enga, það hefur alveg verið, ég er búin að vera hérna alveg, ég hef fylgst með, ég bar út Morgunblaðið, Þjóðviljan og Tímann þegar ég var barn og ég var á blöðunum hérna sem barn og ég var í kringum fólk þegar ég var barn, ég var alinn upp á fólki sem að kaus Sjálfstæðisflokkinn og ég er búin að horfa á þetta samfélag allan hennan tíma og fylgjast mjög mikið með og deilurnar eru reyndar yfirleitt mestar meðal þeirra sem eiga að vera í sama flokki. Þar eru hatarmöstu og vestu deilurnar. Við sjáum bræðravígin þar í rauninni hverri viku. En svo í fjölskyldum og smáum söfnum. Og þetta umræðan er svona og þetta er svona. Hins vegar finnst mér að þessi umræða er búin að vera mjög löng. Þessi Evrópuumræða og hún er komið og farið. Hún mun gera það ef við tökum ekki, ef það verður ekkert farið í þetta núna, þá verður hún áfram. Og þess er kannski gott að taka hana, en ég held hún verður ekkert í alveg sammála, ég held hún verður alls ekkert sérstaklega uppbyggilega á köflum og það verður fullt að liði sem að segja bara eitthvað. Hvort sem að standi með því vill fara í Evrópusambandið eða ekki Evrópusambandið. Það verður gott ef að verkalýðshreyfingin tæki þessu alvarlega og myndi efna til svona þjóðfundar meðal síns fólks. Það er mjög gott bara að gera, ég hvet og það er bara gott, svoleiðis er alltaf gott. Við þurfum að gera meira af því. Má ég spyrja einu af því að það verður tölur aukið atvinnuleysi og það er ójafnt hvar það kemur niður. Verður þið var við aukið atvinnuleysi hjá fólki í Eflingu? Það er innan vissra atvinnugreina, ég ætla kannski ekki að segja samdráttur en já, það er svona minnkun og hún það er svona 1,5 kannski ár síðan að hún fór að sjást. Og í túrismannum, í túrismannum, veitingabransanum, byggingabransanum og þar, en hún er ekki einhver svona engin skellur sem að dynja yfir, sko. En er það aðflutt verkafólk sem að fyrst missir vinnuna? Ég held að í því efnahagsmódeli sem að við búum hér við, sem að keyrir á því að vera með mikið aðfluttu verkafólki sem að gengur í þessi störf, já, þá held ég að það gefi augaleið að það er náttúrulega fyrst það sem að missi vinnuna.
Svo eru líka aðrar ástæður fyrir því að það aðflutt verkafólk sem að missir fyrst vinnuna, þau eru mikið á almenna markanum. Á almenna markanum eru raunverulega, það engin uppsagnavernd, þannig að það alveg ótrúlega auðvelt fyrir atvinnurekendur að segja upp fólki og annarkvort ráða ekki aðra í staðinn eða ráða aðra í staðinn og þetta líka bara módel sem að við höfum séð svona óprúttna atvinnurekendur nota, keyra áfram á því að taka bara inn nýja hópa og svo hætta þegar það kemur nýr hópur. Og flytja inn nýja hópa til þess að greiða minna heldur. Já, það eru náttúrulega starfsmannaleikurnar sem að flytja inn nýja hópa en ég meina til dæmis Elmar Ingimarsson og Björgvin Narfi sem hafa voru með veitingastæðin Ítalíu og fleiri veitingastæði og þeir voru með þetta módel, þar var fólk frá Venesúela og líka eitthvað fólk frá Úkraínu sem kom til þess að vinna og endist þar mögulega í einhverja mánuði þangað til það átti að segja á því að þar voru ekki nema svikuprettir en þá er alltaf eitthvað nýtt influx sem þú getur lagst á. Ég held að væri betra og mikilvægara fyrir fólk á þessu landi sem vill beita sér og telur sig þessum komið að hafa áhrif á samfélagi eða að liðsina okkur sem erum að berjast með verka og láglaunafólki í því að innleiða sterkari uppsagnavernd á íslensku vinnumarkaði og byrja bara á því að raunverulega takast á við vandan sem að samfélagið okkar stendur frammi fyrir, vanda sem að verður ekki leystur með því til dæmis að ganga í Evrópusambandið. Bara vandi verkafólksins hérna á þessu landi, vandi láglaunafólks á þessu landi, húsnæðisvandinn á þessu landi, meðferðin á aðfluttu vinnuafli, meðferðin á fólkinu sem að starfar í leikskólanum og hjúkrunarheimilunum. Hann verður ekki leystur með því að ganga í Evrópusambandið. Þetta aftur á móti vandi sem mjög raunverulegur. Við ættum að sjá hann og viðurkenna hann á hverjum einasta degi og sú viðurkenning ætti að gera það að verkum að við gætum fundið einhvers konar getu til þess að standa saman í að berjast gegn honum. En aftur, ég held að það sé megin ástæðan að hér er bara svo ofsalega stór hluti sem hefur það bara mjög gott og það eru þetta forréttindi þeirra sem hafa mjög gott að kannski hafa meiri pólitískan áhuga á einhverjum svona stærri málum, hafa meiri pólitískan áhuga einmitt á því, getum við farið í Evrópusambandið eða ekki, heldur en að horfa aðeins niður á jörðina og sjá vandan þar og vilja leysa hann. Mér finnst að við ættum að einbytta okkur að því en ekki því að ímynda okkur að lausnina sé að finna í því að ganga í fjölþjóðlegt bandalag búrókrata í Brussel sem að geta ekki staðið gegn þjóðamorði, sem að geta ekki staðið gegn hergagnaiðnaðinum, sem að geta ekki staðið og hafa engan áhuga á því að standa gegn alþjóðlegu auðvaldi og svo framvegis. Ja, það náttúrulega hefur samt farið sér gagnrýni frá báðum hliðum, Ég hef fengið ofta Ögmund Jónasson á fund í þinginu og það sem hann kvartar undan því að Evrópusambandið sé bara kapitalista bandalag og svo eru aðrir sem halda fram þetta sé einhver allsherjar sósíalismi, Ég held að sannleikurinn liggur nú einhvers staðar í miðjunni, þetta er tilraun til þess að búa til góðan markað. En það er enginn sem heldur því fram að þetta sé einhver allsherjar sósíalismi nema bara svona mest deranged, Ég hef fullt af hægrimönnum sem halda því fram. Mest svona deranged liðið sem að líka bara, heldur ýmsu öðru fram en það er náttúrulega engin manneskja sem vill láta taka sig alvarlega í alvarlegri umræðu sem að myndi halda nokkru slíku fram en það er sannarlega hægt að halda því fram eins og Ögmundur gerir með mjög góðum rökum að Evrópusambandið þjóni fyrst og fremst hagsmunum kapitalista. Það er erfitt að segja að svo sé ekki en það getur enginn haldið fram að Evrópusambandið sé hérna einhver sósíalismi. Og ég er alltaf með atvinnuleysi sem er vaxandi og svona ýmis teikn á því að við séum að sigla inn í svona frekar erfiðan tíma efnahagslega. Hafið þið áhyggjur af þessu í ríkisstjórninni? Já, sjálfsögðu gerum það. Þið þurfið að endurmeta plönin ykkar? Með hvað hætti er þetta að tala hvort ég er ekkert vindalviss með stemning fyrir því að við höldum á planið er áfram að rétta við rekstri ríkissjóðs þannig náum við niður tökum á vöxtum verðbólgu. Atvinnuleysi á Íslandi er þó að sé hækkandi þá er það samt svona við erum ekki að sem betur fer ennþá að horfa fram okkur atvinnuleysistölur sem eru mjög háar. Hvað segirðu? Eins og maður sér sumstaðar í Evrópu. Í þeim löndum þar sem einmitt hefur verið tekin upp þessi sterkari uppsagnavernd sem hér var áðan talað fyrir í að nú helst í þeim löndum eins og Norðurlöndum þar sem uppsagnaverndin er ekkert sérstaklega sterk þar sem atvinnuleysið er lágt En
Er ástæðan fyrir því að þú ert þá að tala um svona fluid vinnumarkað? Já, sveigjanlegur. Við höfum á Norðurlöndum haft gæfu, ég skal bara tala vel um Norðurlönd, haft gæfu til þess að búa til kerfi, þar sem við erum með félagslegt kerfi og það er ríkið, en við höfum ekki sett að verður enga geirans að vera félagslega kerfið. Ok, ég bara það tók mér smá tíma, ég skildi ekki alveg hver röksemdafærslan var, en svo fattaði ég og já, ég meina hér á Íslandi hefur einmitt ástæðan fyrir því, eða það sem verkalýðshreyfingin og stjórnvöld segja sé ástæðan fyrir því að hér sé lítil sem engin uppsögn að venda á almenna vinnumarkaðnum er þessi kviki vinnumarkaður, að þú missir vinnuna á einum stað en þú farið strax vinnu annar staðar. En þetta er ekki svona lengur vegna þess meðal annars að hér er bara mikið influx af aðflutufólki sem gerir það verkum að þessi svona kannski löngun til þess að viðhalda einhverju svona cohesive samfélagi er ekki lengur til staðar hjá þeim sem fara með völd og ekki lengur til staðar hjá kapitalistunum og þessu er fyrst og fremst núna beint gegn aðflutufólki fyrst og fremst, þannig að aftur eins og við vorum að ræða áðan, þá er ekki hægt að segjast ætla að vera með módel frjálsflæðis og sjá hvað afleiðingar það hefur, en samt á sama tíma vilja halda í gamla módeli sem virkaði þegar uppbygging vinnumarkaðarins var með allt öðrum hætti enn og niður í dag. Þess vegna þurfum við að breyta þessu, vegna þess að við viljum liðsinna aðflutufólki sem að hingað kemur til þess að þurfa ekki að verða stöðugt fyrir barðinu á þessari ótrúlega brútal meðferð sem við gengst á þeim. Þess vegna. Sko það vissulega þannig að það er einn af og sumum myndi haft kalla kost samstarfinsins að þegar að mikið fólki missur vinnuna sem er alfutt vinnuafl þá að til að flytja heim til sín, senda til þeirra landa sem kom frá. Sérstaklega ef það er ekki búið að festa niður rætur með fjölskyldur og svoleiðis. Við sáum það í hruninu að mjög mikið fólki sem hafði komið inn til að vinna tímabundið fór hratt heim og það gerða verkum á atvinnulífinu þetta var ekki að pátt og hefði kannski 11 orðið. Það er náttúrulega, þetta er mjög mikilvægur og góða punktur og með þess að við máum staldra örlítið við en ég meina hér var Grímur áðan að segja að við ættum ekki að taka bara við fólki og segja þeim svo að fara burt þegar við ímyndum okkur ástand sem orðið betra heima hjá þeim en þetta er bara alveg rétt og bara, við eigum að tala um hlutina nákvæmlega svona. Þetta er auðvitað aðal eða einn af svona hornsteinum frjálsflæðis að þú vilt vera með samkeppnishæft vinnuafl sem að þýðir og þú átt að geta rekja svolítið svona á milli landa og þú átt að fara þangað að vinna núna af því að hér er uppsveifla og hérna vantar vinnuafl og svo kemur niðursveifla sem kemur alltaf í kapitalismanum, það er óumflýjanlegt og þá áttu bara að fara eitthvað annað, þú getur annarkvort farið til gamla landsins eða til einhvers annars lands og svona áttu að fara á milli. En ég er sammála Grímur með það, hvers konar hugmynd er þetta að byggja upp mannlegt samfélag vegna þess að eins og Grímur var að benda hérna á áðan, þá vill fólk auðvitað festa rætur, það vill eiga örugt umhverfi fyrir sig og börnin sín og þetta er til dæmis ein af ástæðan fyrir því ég er á móti Evrópusambandinu og ég er á móti þessu módeli sem mitt lætur eins og vinnuaflið, fyrirgefðu, ég ætla bara að klára hérna, af því ég er ekki Pam Bondi og ég er manneskja sem hefur bara fullt málfrelsi og ég er með mjög bara presentable skoðanir og getur rökstutt þær. Þetta er ástæðan fyrir því að við erum að vera á móti þessu frjálsa flæði vegna þess að látið eins og þessi svona grundvallar element mannlegra samfélag eigi einhvern veginn ekki við verkafólkið í Evrópu. Að það sé allt í lagi fyrir það að fara á milli landa til þess að allt einhver að skýta láglauna vinnu. Nei, það er auðvitað ekkert í lagi. Það er bara alls ekki neitt í lagi, ekki fyrir flóttafólki frá Úkraínu, Palestínu, Sýrlandi og ekki heldur fyrir verkafólkið frá þessum löndum sem kemur hingað til þess að ræsta eða byggja eða vinna á veitingastað og er að borga 70% af ráðstöfunartekjur sínum í húsaleigu og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er bara fáránlegt módel á mannlegu samfélagi og þetta er auðvitað líka eina ástæðan fyrir því að Evrópusambandið og Evrópa er í tómu tjóni vegna þess að hugmyndafræði sem á endanum gengur ekki upp í mannlegu samfélagi hefur verið látin ráða för og þess vegna vill auðvitað alþýða fólks ekki lengur sjá þetta bull. Það er nú ekki rétt. Ég meina það er bara 70% stuðningur við Evrópusambandið mjög víða. 100 mínútur, þetta er bara ágætt. Lengst í kapli sem hefur verið með í umræðuna. En ég meina það er ekki allir sem flýta á milli landa sem hafa vilja endilega alltaf setja stað, skilur við. Það er svona fólk sem kemur tímabundið og vill gera það og það er bara allt í lagi. Valkosturinn kannski er eins og Bretland sem Þú varst ekki að segja að það væri ástæðan. Þú varst að segja hérna réttu ástæðu, hérna sönnu ástæðu og það er bara flott að við höldum okkur við það. Ég held að við séum raunin bara sammála en við séum bara sammála hvort þessi gott er slæmt. En hérna 100 mínútur. Í þér munum fólki. Ég ætla að skjóta einni spurningu og Grím. Finnið þið í geðhjálp fyrir svona efnahags ástandi er meiri vandi þegar afkomukvíði breiðist út
og fólk svona í Þetta bara allt og stór spurning, sko. Ég kom ekki að samfélagsgerðinni sem vandi okkar, hann er miklu stærri vandi. Hvernig við byggjum okkar samfélag upp. Við byggjum okkar samfélag upp, við erum búin að útvista æskunni, við erum búin að útvista ellinni. Þið verði varfið svona dægu. Já, sjálfsögðu. Þú veist, jaðarsetning sem að þú fer meiri áhyggjur á hlutum. Þú getur ekki gert það sem að kannski þorrin getur gert. Þú átt börn, þú ferð og þú leitar í ýmislegt. Þú getur jafnvel bara, þú fær meiri kvíða eða annað, þú leitar í fíkn eða sem þú leitar í efni og annað. Og það alveg þannig að við erum alltaf með allar okkar starfsemi, það við sjáum það mjög mikið núna, bara mikið af fólki sem kemur í viðtöl til okkar og annað. Þannig að það bara gefur auga leið og það var nú frábært að við erum að þingja með fólk sem ætlar að berjast fyrir því að brennivín verði allstaðar aðgengilegt allan sólarhringinn. Það hjálpar auðvitað mjög mikið til þess að lina þjáningar þeirra sem að fara illa út úr kapitalismanum. Það til dæmis Bandaríkin nota þetta með mjög miklum árangri. Halda surplus vinnuaflinu niður með 2 áttum, annars verður lokaðin í fangelsi og hins vegar hafa þau fullu dópuð. Þetta myndi Bandarík sem frekar stýrða áfengissölu, svona samanborið með önnur lönd. Já, ég bjóði Bandaríkjunum og það var að kaupa brennivín eða hvað sem og börnir fekk alltaf sleikju og meðan. Grímur Atlason, Sólveig Anna og Pavel Bartósek, þakka fyrir komuna. Og hér eftir augnablik komaði til okkar Helga Rósa Másdóttir sem formaður í Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands og Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Þetta eitt augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gleði svo mikil dauðans alvar. Ef það ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið stétt Bolholti 6. Opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðin í borginni í Bolholti 6, fatamarkaður Vorsturnunar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
Já, sæl og ný, umræðan heldur áfram hér hjá sonum Egils á samstöðinni. Til okkar komin Sandra Frank sem formaður Sjúkrafélags Íslands, Helga Rósa Másdóttir, formaður félagsískra hjúkrunarfræðinga og Steinunn Þórodóttir, formaður Læknafélags Íslands. Verið allar velkomnar. Takk. Það er nú augljóst hvar við byrjum þetta. Þetta náttúrulega lýsingarnar á bráðavaktinni. Ég ætla að segja ykkur eina sögu áður. Ég var á bráðavaktinni, ég slasaðist og fluttum við sjúkrabíl á bráðavaktina og ég var mikið brotinn og það var að færa mig á Landspítalann og þegar að það lögðum að stað þarna og þá segja menninir á bílinn herri, passaðu Sigurjón að við þurfum að fara niður svona eitt þrep með bílinn sem mjög vont fyrir þann sem mikið voru beinbrotinn en það þannig, ég skil ekki af hverju það þarf að vera það svona, kannski lýsir þetta mörg öðru. Hvað? Trappa það það? Getur þetta lýst mörg öðru kannski? Þetta búið til svona flái eða svona? Já. Já, örugglega, eins og hefur komið fram í umræðin undanfarið að húsnæðið frá 1969. Töluvert fyrir mína tíð. Já. Og margt gerst síðan, en þetta alltaf eins. Finnið þið þar kannski, eða vitið til þess að þar sé sem sagt, aðbúnaði mjög ávægt? Já, bara svona nútíma bráðamóttökur eru ekki settar upp eins og þessi. Bæði bara hvernig vaktirnar eru og síðan skoðunarstofarnar eru svona langt í burtu, þannig að það erfitt að hafa yfirsýn og svo deildin á 2 hæðum. Þannig já, það er mjög margt þarna og þröngir gangar, ekki gert ráð fyrir einhverjum tækjum til þess að veist hvað á að geyma tækin þegar það eru ekki í notkun. Þannig já, þetta húsnæði. Og ekki pláss fyrir rúmi sem eru þar? Já, ef þau væru að eðlilegum fjölda, þá myndi þau kannski þau komast inn á stofurnar, en það er ekki pláss fyrir 100, þar sem gert ráð fyrir 36. Það er rúm við rúm út á göngunum, Já, ég segi þannig að öll notuð. Ef gangarnir eru ekki mjög breiðir fyrir þá hlýtur það að vera vandamál. Já, það er það. Það vantar náttúrulega þeir sem eru í rúmunum á göngunum ætti að vera inn á stofum líklega. Það sé pælingin, Jú, það á ekki að liggja á göngunum. Og það er náttúrulega augljóslega meðal annars vegna brunavarnarsjónarmiða þó að maður horfi ekki til annara hlut en bara þess. Auðvitað allra óþægindana fyrir þá sem þarna liggja og annað sem auðvitað skiptir líka máli en þetta er stór hættulegt. Og líka þegar þarf að fara með lífsáttilega veika eða slasaða sjúklinga til dæmis í tölvusneiðmynd. Það þarf að keyra það hratt eftir göngunum og það er mjög erfitt þegar gangarnir eru fullir af öðrum sjúklingum og tækjum. En eru dæmi þess að fólk úr ykkar félögum bara byrjum flutning burtu frá bráðadeildinni, það bara gerst upp á þessu? Kemur kannski ekki beint til okkar, það frekar náttúrulega bara til stjórnenda spítalans sem að eru að óska eftir því. Þau komið til okkar, við höfum talað við fólk sem hefur gefist upp á að vinna á bráðadeildinni. Já, það og ég fór á bráðadeildina í vikunni og þar hitti ég eina sem ég hefði tekið viðtal við hérna, sem hefði gefist upp, var að tala að það væri eiginlega hægt að bjóða manneskju upp á það að vera að vinna við viðkvæmar aðstæður án þess að hafa þau tæki og tól eða bara möguleika á því að veita þá þjónustu sem þú tilur þig að skilja. Þetta er mjög slítandi og Sólveig Anna kom svolítið inn á þetta hérna áðan í umræðinni. Þetta er náttúrulega bara eitthvað svona menningarlegt hrun að skilja fólk eftir í slíkum aðstæðum að þú ert að sinna einhverjum og þú getur ekki gert það eins og þú hefur kannski menntun til og veist að þetta geta verið. Þannig þetta brýtur fólk niður. En hún var komin hann í vinnun aftur og ég spurði hvað það væri og hún náði ekki að svara vegna þess að það stóð læknir í hliðina á mér og hann sagði þetta er náttúrulega eins og bara að vera í ofbeldissambandi, sagði hann. Þannig að umræðan fór svolítið þangað. En ég meina, ég finn til með fólkinu sem að vera við aðstæður þar sem að þau verða andlitið af einhverjum niðurskurði á ríkinu, gagnvart fólki sem að þú vildi síst bregðast. Og það er með þetta að setja sjúklingana þarna á milli. Að þú heldur í rauninni starfsfólkinu í gíslingu með sjúklingunum. Að starfsfólki vill auðvitað ekki yfirgefa fólk í neyð. Og þetta er starfsfólk sem hefur valið að vinna við bráða aðstæður og þetta er náttúrulega bara þeirra ástríða. Þannig að þú einhvern veginn stillir því svolítið upp í vegg með því að ef það yfirgefur þessa köllun sína þá
versnar ástandi bara. Þannig að þú viðheldur þessu ofbeldissambandi með því. Og einmitt það hafa læknar rætt þarna svo mikið veit ég út af einmitt þessu eins og maður kallar moral injury á ensku eða svona siðrænn skaði sem að maður verður fyrir sem starfsmaður ef maður er settur í aðstæður sem eru ófullnægjandi. Og við hefum fengið neyðarköll hjá Læknafélaginu og það hefur verið leitað ítrekkað til okkar af læknum sem að starfa á bráðamóttökunum þar sem eru að lýsa aðstæðum sjúklingana fyrst og fremst. Að þurfa að vera að sinna fólki í viðkvæmum aðstæðum fram á gangi að vel gera viðkvæmar skoðunur á fólki eða fólki jafnvel kasta sér þvægi og jafnvel meira bara nánast fyrir allra augum fólk sem kemst ekki fram úr rúmi og þetta er bara þarna á bakvið eitthvað tjöld og það sést yfir þetta og svo verið að tala viðkvæma hluti ég hef heyrt dæmi að fólk hafi fengið mjög erfiða greiningar krabbamein eða annað er að fá slíka fréttir þar sem að margir aðrir eru að hlusta og þetta er náttúrulega bara svo óboðlegt þetta er kapút já og að þetta sé svona hverjum einasta degi og það sé einhvern veginn, og starfsfólki situr bara uppi með þessar aðstæður. Og það var einmitt einu vinkonu mín, hún sagði að það er hérna 8-mannastofa, er ekki 8-mannastofa, Helga, þú þekkir þetta nú betur en ég, eða er búið að trúða fleiri minni í hana? Er það meina á Skammvörunni? Já. Það er 11 þar. 11 þar sem að kalla svona óráðsframleiðni herbergið, því að sérstaklega eldra fólki verður mjög rugglaðan inni. Já, miðjan er 9 og það eru 12 þar núna. Akkurat, og ekki einhvern veginn að átta sig á hvaða tími dags er og annað og það er hérna tjöld á milli og þú heyrir mjög mikið og vinkonu mín var að taka viðtal við einstakling og reyna að átta sig á áttum sko hvaða dagur er í dag og hvaða ár er og hún rugglaðist sjálf og sagði það er 23. febrúar og þá heyrðist úr öllum hinum og nei, það er 24. Þannig að það eru allir að hlusta. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Nei. Ég menn þetta er mjög erfiðri aðstöðu þegar mamma var og bara hinum yfir tjaldi var bara eitthvað svo stórkostlegt í gangi og hún var bara óttafull og hérna það mátti ekki við því sko. Þannig að þetta er ömurlegar aðstöður. En að því ég er nýkomin af hérna bráða þá verð ég að tala aðeins starfsfólki. Það er náttúrulega ævintýralegt hvað það felur ástandi fyrir sjúklingunum og hvað maður mætir sko stórkostluðu viðmóti og við þekkjum þetta bara hvernig fólk talar það getur talað heilbrigðiskerfið þegar það er fyrir utan en leiðum maður sleppur inn og hittir fólki sem er að vinna með sjúklinga að þá er náttúrulega eins og maður sé komið bara í hendunar á einhverjum englum og mér finnst það ævintýralegt að hérna, ég talaði náttúrulega við bara 10-12 eða eitthvað sko og hvað það er raunverulega uppbít þegar maður er þannig ég bara segja að það sé svo skárra að fara þetta, svo fólk veist ekki ræða það. En mér fannst það svo, það sem að mér fannst eiginlega merkilegast var hvað, hérna, ég veit ekki hvað, ég hugsi ekki alveg skýrt núna, svona uppbít, það sem að það er, hvernig maður var hjálpað til þess að vera svolítið, hérna, já, þú veist, að taka á þessu að maður væri í góðum höndum, að vera að vinna í þessu og hvað það var eiginlega frábært viðmót sem að maður verður varfið. En þetta er einmitt það sem að fólkið okkar kann. Við erum náttúrulega bara þær stéttir sem sinnum fólki og gerum það vel og leggjum okkur mikið fram við það að reyna að láta okkar fólki líða eins vel og hægt er á hverjum tíma og við náttúrulega víkjum ekkert frá því þó aðstæðurnar séu þröngar og erfiðar en vinnu aðstæður sjálfar til þess að bara skrá og annað sem að við kemur öllum frágangi í skjölun og annað, það er mjög afleitt staða fyrir starfsfólkið og bara ekki boðlegt sko. Nei. Sko, Alma Möller sagði í morgun í viðtali að við værum áratugum á eftir. Já, það er bara þannig. Það er hárrétt og það er búið að vera að tala þetta mjög lengi og það er alveg merkilegt af því að það er maður er búin að tala þetta sjálfur mjög lengi og margir aðrir mjög lengi og það er alltaf verið að spyrja mann hérna, er ekki allir orðnir alveg samdaun á þessu? Þýðir eitthvað að vera að tala þetta? Maður hugsa að maður bara gefast upp. Menn þess að við erum orðin svo meðvirk og svo samdaun að það er búið að normalisera þetta svo rosalega. Að núna er þetta komið á þannig neyðarstig að það bara virka alla. Aflögu færa til að bregðast við. Akkur var ekki gert eitthvað fyrr, maður spyr sig. Að því eins og ég segi, þetta er áratugamál og þetta var algjörlega augljóst öllum sem maður vildu skilja. Það var það. En vandinn sá að þá að koma ný bráðavakt við Hringbraut. Ég veit þið hvernig hún á að vera tilbúin? Sennilega bara þegar að meðferðarkjarni verður tilbúin. Eftir 3 ára eða svo? Já, það er allavega... Þangað til verður ekki byggt. Nei. Þegar maður sér þannig í Fossvogi það var engi vandi að henda upp svona öðru eins húsi. Nei. Þetta er ekki svo flókið hús í sjálfum sér. Nei, það er líka þar fólk, sko. Það er ekki bara hús. Það er líka fagfólki til að vinna. Já, en það var náttúrulega fólki á göngunum. Og svo kannski snýst þetta ekki bara sko það að bráðamóttakan á ekki að sinna þeim sem að leita á bráðamóttöku. Hún yfirleitt stendur svo ágætlega þar, sko. Og ef við horfum hana fjölda, það er þarna 36 rúmstæði
og það fara þarna svona 100 pluss í gegn á hverjum sólarhring sem þurfa á bráðaþjónustu að halda. En þessi flæðisvandi sem verið að tala að það sitja það núna á hverjum tíma 50 til 60 sjúklingar sem eiga að liggja í rúmum upp í húsi. Og í rúmum upp í húsi liggja sjúklingar sem eiga að vera komnir eitthvað annað í kerfinu. Það þurfi ekki að vera á bráðavaktinni. Nei, þannig að ég hugsa að það sé alveg margt til í því að húsnæði er orðið úr sig gengið og orðið úrelt. En ef að það væru ekki þarna 50 til 60 sjúklingar sem að myndi liggja þarna í þessum 36 rúmstæðum sem á síðan líka eftir að taka móti 100 í gegn, að þá myndi ástandi ekki vera svona hryllilegt eins og það í dag. Þannig eitt hjúkrunarheimili geti bergað þessu. Og það gerði það þannig í COVID þegar það opnaði á Sléttuveginn, þá var svona höggvið á hnútinn svona skyndilega, þá fekk Landspítalan algjöran forgang í þau plás og það bara var eðlileg starfsemi í nokkra mánuði þangað til að það síðan bara fyllt upp í það gat aftur og það hefur ekki verið engan veginn verið fyllt eftir uppbyggingu. En er það ekki einfaldari raunverulega byggingar hjúkrunarheimili eða legudildir? Í Ármúlanum er einkafyrirtæki búið að breyta hótel í legurými, má ekki taka eitthvað hótel og er túristunum að fækka? Skilst að það sé nú í skoðun, já. Alveg klárlega og það er auðvitað leiðilegt að maður sé komin á þann stað að horfa á að leigja hótel. Það er ekki optimalt. En ég held að við verðum að gera eitthvað svoleiðis núna. Það verður bara að leita allra leiða. Og í COVID þá náttúrulega hendum við upp sóttvarnarhótelum, þau muni eftir því, með bara mjög skömmum fyrirvara. Það var allt tómt, vissulega. En ég held að við verðum samt bara að horfa á þetta eins og við séum í því ástandi. Sem neyðarástand. Kona mín sem sjúkralið, hún þegar var að tala um að leigja hótel, þá sagði akkur er þá ekki að leigja hótel, akkur er ekki fólki sem er sjúkrahótelu farið þangað og gamla fólkið inn í sjúkrahótelu. Heyrist þetta skoðunar að gera það, að flytja úr nýja sjúkrahótelinu yfir á hótel. Það með þess að vera að skoða gamla sjúkrahótelið held ég við Rauðarárstíg sem var einu sinni. Þetta pissa í nokkra skó í röð. Já, þetta er svona keðjuverkandi skópiss. Það myndi, ég veit ekki hvað er mörg rúm á sjúkrahótelinu, ég veit það ekki. Það myndi örugglega leysa eitthvað. Ég veit það ekki heldur, en það er klárlega lausn og ég meina ef maður með alla ánga úti eins og þau virðast vera með núna, þá myndi ég halda að það væri hægt að létta á þessu ástandi frekar hratt. Allavega þessari neyðsemi núna. Eins og þú ert að segja, Helga Rósa, með 50 til 60 innlagða á bráðamóttökunni, þetta eru tölur sem við höfum aldrei séð áður. Þetta hefur farið vaxandi stöðugt og ég man einhvern tímann fannst manni 20 bara vera mjög mikið. Og þá var ákveðin neyð og það var erfitt. En nú erum við komin upp í alltaf 60 og jafnvel yfir það. Þetta er fólk sem er svo fast á bráðamóttökunni. Já. Þannig ættir að fá innlögninni bara venjulega deild eitthvað stöðar. Þetta er náttúrulega svo 3 legudeildir, þannig að niður í þessu gamla húsnæði og svo eins og þú segir, Helga, þá rúllar þessi bráðamóttökustarfsemi allan tíman einhvern veginn ón í þetta. Þetta er algjörlega galið, er ekki skrítið þetta sé allt í hálfgerðri steik. Og það sorglegast er þessi hópur síðan sem helst situr eftir á bráðamóttökunni og alveg þarna í uppundir 10 daga, að þetta er yfirleitt fullorðna fólkið sem er kannski með, ef þú ert að koma inn til að unga með eitthvað svona eitt afmarka vandamál, mikið slasaður eða mikið veikur, þá yfirleitt kemstu svona eitthvað aðeins hraðar inn á þína kjördeild. En ef þú ert orðin aldraður á hrumur og eitthvað kemur upp og þú fara lúnabólgu eða þá fara sýkingu eða eitthvað slíkt, þetta er yfirleitt hópurinn sem situr þarna fastur, þannig að það er einhvern veginn bara öll keðjan í þjónustu við hinn aldraða sem að vantar upp á. En þetta er margra ára vandi. Hvað er sérstakt við vandan í dag sem ekki var fyrir 2 árum eða 3 árum? Ég held að það sé bara aldursamsetningin. Við erum náttúrulega eldast, það eru fleiri sem að þurfa að þessari tegund þjónustunar að halda nú en áður. Þannig það er raunverulega verri staðinn á bráðadeildinni núna heldur að fyrir 3 árum. Miklu verri. Já. Og svo náttúrulega bætist við, ég er ekki að segja það að ferðamenn þeir eru náttúrulega líka að taka sitt, en svo eru bara okkur að fjölga líka sem íbúum, bara í landinu. Það er náttúrulega búið að verða mikið margt fólk sem kemur frá útlöndum, sest hérna að og vill lifa hérna og gerir það og auðvitað þurfa þeir náttúrulega sína þjónustu líka. Þannig að þetta er að vaksa okkur yfir, vist. En svo er það líka það eru deildir á sjúkrahúsinu
sem eru með meir en 100% rúmanýtingu. Já. Það eru það meir og minna allar. Já, nema kannski mögulega einhverjar einstaka, ég veit ekki alveg, og nú bara með öllum fyrirvörum, mögulega á barnaspítalanum, mögulega einhverjar skurðdeildir sem að ná ekki 100%. Ég er ekki alveg viss, en ég held að allar þessar almennu deildir sem eru að taka á bráðamóttökuna að staðaldri, þær eru alltaf meir en 100%. Og svo er þetta stöðugt álag líka af neyðarástandinu sem er á spítalanum að taka meira og meira. Þannig að fólki á deildunum er líka að upplifa þetta álag. Það er mjög þungt að vinna við það, þú ert aldrei nóg. Það er alltaf þessi pressa að þú þarft að gera betur, þú þarft að útskrifa hraðar og þú þarft að tróða fleirum inn á deild, algjörlega mitt gegn þinni betri vitund, sko. Og þetta útskrifa hratt. Að læknum hafi til dæmis verið legið að hálsið fyrir að vera ekki nógu hraðir að útskrifa og ég held að svona almenningur sem hefur upplifað útskrifta hraðan á eigin skinni sé ekki sammála því hans ekki nægur. Því að við erum að henda fólki út alveg á nippinu. Og bara verið mikil breyting kannski fyrir 30 árum að vera að senda fólk heim núna. Að senda fólk heim núna með til dæmis lyf sem einhver datt í hug að gefa nema inn á spítulum áður. Það er bara þannig. Já, er ekki? En þú veist, það var bara... Jú, og kannski sumt er líka einhver eðlileg þróun en og fólk liggur mun styttra innan núna heldur en að gerði áður og það er ekkert endilega þessi slæmt, sko, alls ekki eins og bara... En það er ekki út frá, sko, hagsmunum sjúklingsins, það er hagsmunir gjaldgerans sem er á þessu. Í sumum tilvikum, alveg klárlega. En stundum er þetta... Hann er að kalla sér hafi mest í heilbrigðiskerfinu gjaldgerin. Já, það heldur sér alveg rétt hjá þér. Hann er kóngurinn. Þetta við gamla þetta, það var læknir eins og kóngurinn. Það er, verðist vera þetta síðan það var. Svo er það nörgulega drottning í dag og næst að það er að fjölga svo mikið konum. Akkurat, getur skoðað það. Já. Þannig að það þetta eru sérstakar aðstæði núna. Það er ekki þannig að núna er bara komið nóg. Nei. Heldur ástandi raunverulega versna. Þetta er neyðarástand og líka við erum að horfa á það í heilbrigðiskerfinu hver ber ábyrgð og það er nú það sem við vorum líka svolítið að leggja áherslu á fundinum okkar varðandi eftirlitsaðila og aðra og beindum í rauninu orðum okkar að mjög mörgum eftirlitsaðilum. Persónuvernd og vinnueftirlitinu, landlækni og svo framvegis. Menn að sem maður hugsar, ég meina hvað ef eitthvað alvarlegt á sér stað þarna og ég meina hvað ef starfsfólki missir af einhverju sem að síðan hefur mjög alvarlegar afleiðingar, næri ekki yfirsýninni eða eitthvað gerist. Hvar liggur ábyrgðin? Mun hún þá liggja hjá einstaka heilbrigðisstarfsmanni sem var svo óheppinn að draga þann svartapétur að þarna ert að keyra allt algjörlega á nippinu og svo gerist eitthvað bara eðlilega. Ég meina, það enda með því. Það er tvær vaktir í beit, sko. Og verður svo eitthvað á og bara... Er það þá bara þú? Er það ekki eftirlitsaðilurnar sem hefði í raunin átt að segja stopp fyrir löngu? Eða stjórnendur. Og maður hugsa, sko, erum við í alvörni líka bjóða þessu starfsfólki upp á þessu óvissu? Og við vitum það að það eru dæmum það að lögregla hefur verið kölluð til mjög snemma í ferli alvarlegra atvika. Og þetta bara, það setur beig að fólki. Það er bara svoleiðis. Og þetta er auka álag. Það sem er að reyna að gera sér besta í aðstæði sem eru ómúlar og eiginlega við vitum að líkurnar á mistökum aukast mjög mikið. Raunverulega ættu allir að segja bara nei, ég ætla ekki að taka þessu aukavakt. En þú getur raunverulega ekki gert það vegna þess að þú veist að það eru sjúklingar sem að muni þá ekki fá þjónustu. Og samstagsfólki mun setja í súpunum með því að vera að fara á vaktinni. Og bara svona einmitt dæmi, þú ert með eitthvað sjúkling sem veist alveg þá hann á að vera í einangrun, hann á að vera í svona miklu eftirliti, þá að taka hann lífsmörk á x tíma eða hann á að vera í mónitor en þú átt ekki stofuna, þú átt ekki mónitorinn, þú átt ekki þannig að þú bara tekur svona sénsinn, ok, þá bara reyni að fylgjast og svo kannski kemur eitthvað upp á og hver ber það ábyrgðan? Það varst þú sem að tókst það ákvörðan settur hann ekki í mónitorinn og þannig að það er svona alls konar svona dæmi sem er svona ósangjart og það er þessi siðræni skaði síðan að sitja uppi með að kannski kemur eitthvað upp á og þjónustan var þá ekki eins og maður hefði viljað hafa hana og þá var maður alltaf að hugsa eftir og ég hefði ekki átt og hefði ég átt og svona. Þannig að hann tekur fólki vinnunum með sér heimsóldið. Já, aldrei. Ég veit ekki hvort að við höfum ekkert með að trúa að við verum með besta heilbrigðiskerfi í heimi. Hljóma þannig að það var ekki bara... Kannski að sögum sviðu. Já, það er eitthvað að við höfum átt besta í heimi. Eftir þetta, með þetta áhugavert að koma hann inn á bráðadeildina, það voru fréttir af fundunum ykkar, fyrsta fréttin í kvöldfréttunum og ég var að hlusta á það svona í eyranu og meðan ég var að útluta eitthvað rúm fram á gangi og það voru komið sjúkraflutningamenn og svo verið að keyra fólk fram og tilbaka og ég sá koma innan úr herbyggjurum einmitt mjög svona eldra fólk og hrömmt sem er strandaglópar hérna.
Og svo fannst mér mjög áhugavert hvað starfsfólki var eiginlega sterkt í þessum aðstæðum. En ég leik mér að því að skrifa þetta því að á leiðin út að þá var ég rukkaður þetta 38.000 krónur og mér finnst það svona heldur herra því ég var nýbúin að vera með viðtal við kjararannsóknir sem að segir að það eru svona 25% af þjóðinni sem á ekki fyrir óvæntum útgjöldum og þá er miðað við 80.000 krónur sem er svona þurrkari. Og ég hugsaði að það er bara alltaf ekki 20% af þjóðinni sem þetta er bara alvarlegt högg í fjármálinu að vera að rukka. Og ég skrifaði þetta eitthvað svona því að mér finnst að við höfum að gera það, búa þetta í þessu samfélagi, við höfum að móta það saman. Og það ringdi inn alls konar athugasemdum og meðan ég bý á Spáni og ég þurfti að fara á bráðadeildina daginn og ég beið í 40 mínútur og ég fekk þetta og fór í svona rannsókn og ég labbaði út og borgaði ekki neitt. Og saman með Danmörk og komið til fleira. Og þannig að maður fór að velta fyrir sig að því að líklega myndum við vilja byggja upp heilbrigðiskerfi sem er með í betri heiminum eða ekki. Þessi sanngjarnt og við séum örugg. Eitt af því sem ég ræddi við þannig að ég þekkti fólk aðeins sem að koma þarna var að spyrja mig svona og hvað er að þér eitthvað svona og ég sagði eitthvað svona já, þetta hefði ég átt að koma hérna miklu fyrr og svona en ég er bara kall og ég barma mér í 3 vikur áður ég gera eitthvað í því, eitthvað svona. En svo er það líka þannig að ég man ekki betur en að ég hef bara tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu að maður ætti helst ekki koma á bráðadeildina þetta trufli ekki starfsfólkið nema maður væri eiginlega bara dauður. Og þá sagði hjúkrunarfræðingur þetta er bara stórkostlegt vandamál. Við fáum fólk eiginlega allt of seint hingað inn. Það væri svo miklu betra að það væri lægri þröskuldur að koma inn. Og þetta bæði er ekki að segja tilkynningin að þessu öllu því við þekkjum náttúrulega fólk sem er farið inn á bráðadeildinu og þarf að bíða í 8 klukkutíma. Einu sinni ætla ég að fara og færa manni mat sem var búin að bíða annað svo lengi. Þannig að einhver leiti er svo margt í þessu sem er eins og við séum bara að tekið bara margar rangar ákvarðanir í uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. Já, ég held að það sé bara alveg rétt og ég held að eina af þeim hafi verið til dæmis sameining stóru sjúkrahúsina á Reykjavíkursvæðinu að þá snarfækkaði legurýmum og síðan þá hefur okkur náttúrulega fjölgað gríðarlega og þarna vantar líka samkeppni á milli vinnustaða. Þetta voru 2 opinber sjúkrahús, ég meina ef maður vill hafa heilbrigðiskerfi í opinberu rekstri á þeirri línu þá hlýtur maður samt að vilja hafa einhverja samkeppni á milli mismunandi vinnustaða þá bæði starfskrafta og líka bara ánægju sjúklinga og annað. Þetta er náttúrulega bara 1 sjúkrahús og eins og ég segi, legurýmum fækkað nánast helming við þessa sameiningu sem er óskiljanlegt í ljósi stöðunar í dag þannig að en það eru sömu húsin? Já, en það var rýmum lokað og húsnæði breytt í annað. Við vorum með yfir 1200 rýmum aldamótin 2000 og þau eru tæplega 700 í dag, þannig kannski ekki alveg tvöfalt fara en það er þetta er ekki landakot inn í því og það var talað um að það ætti að loka Borgarspítalanum þegar að nýji spítalinn opnaði. Og það var náttúrulega líka alveg galið og maður hugsaði hvernig dettur ykkur það í hugi ljósi bara hvernig demografían á Íslandi lítur út og mér heyrist að ég hætta við það sem er vel. Þannig að mér finnst svolítið verið að vera að snúa kursinum í rétta átt núna. Það er ákveðin teiknum það. En það er alveg ótrúlegt hvað þurfti til. Og það sé bara ekki hægt að hlusta á fagfólk sem að veit algjörlega hvað það er að tala og búið að vera að tala um þetta árum saman. Og það hefur frekar verið að loka starfsemi og draga úr heldur en hitt. Samþættingu líka meiri svona eins og í úrræðum heima það er þetta samþætta miklu betur eins og félagsþjónustu og svo heilbrigðisþjónustuna mér finnst alveg gali hvernig búið að slíta í sundur í rauninni fólki sem kemur heim og aðstoðar við athafnir daglegs lífs það er undir öðru kerfi heldur en þeir sem að koma inn og sinna síðan hinn er eiginlega svona hjúkrun og annar greiðandi, það er annars að sveitarfélögin eins og ríki sem að veldur því allir að reyna allt of flókið kerfi það þarf að samþætta þarna miklu betur þannig að þetta gangi meira. Er það? Já, ég held að fólk viti þetta nú alveg og þeir sem reyna að stýra þessu landi þeir þekkja málið alveg líka þetta er bara ekkert verið neitt sérstakt að tala allavega ekki eldri borgara. Það hefur sjaldan verið svona á topp 10 listum hjá stjórnmálamönnum að vilja ræða það sérstaklega hvað á að gera við þá sem eldri eru. Þetta er ekkert svona sexy, svona pólitískt og ég man bara fyrir svona 20 ár síðan ég var sjálf í pólitík og þá var þetta nú ekkert sérstakt að tala og ekkert mjög svona óvæglega í forgangi að ræða það að gera vel við þá sem eldri eru. Og það hefur bara alls ekkert breyst og þannig er staðan og ef fólk hefði kannski átt að sig á því þá að þetta var eitthvað sem við þyrstum að setja í forgang þá held ég að við værum ekki alveg á þessum stað sem við erum í dag.
Því að í rauninni þá þurfum við náttúrulega líka að horfa til þess að með svona velmegun eins og við búum við og höfum gert á Íslandi, þá þetta náttúrulega eina afleiðingu með birtingamyndum þess að það að lifa lengur, en það ekki þar með sagt að við lifum lengur og erum með góða heilsu. Það fer ekki alltaf saman og það það sem einmitt að gerast núna. Við erum bara með ótrúlega stóran hópa fullorðnu fólki sem betur fer hefur náð því að lifa lengi, en kannski ekki allir með það góða heilsu og þurfa stuðning og hjálp, og eins og heimahjúkrun, hún hefur bara setið eftir í rauninni. Það þeir sem að sinna heimahjúkrun, sjúkraliðar eru þeir svo stétt sem að fer svona í flesta vitjandi fólks. Þegar ég var að vinna í heimahjúkrun þá vorum við svona með 8 til 12 vitjanir yfir daginn, en í dag eru sjúkraliðarnir að fá lista sem að telur upp á 20 vitjanir á sama deginum. Og það er eins og það sé ekkit hortið þess að þetta hefur vaxið, en það ekkit verið að fjölga starfsfólkinu, það bara lengt í listanum, sem þýðir það að þá náttúrulega miklu lélegri þjónusta svo færð, þú nærði aldrei að fá yfirsýnina yfir það sem verið að gera hjá heima hjá fólki, og þetta náttúrulega bara ekki boðlegt. Þetta náttúrulega bara þessi staða sem að, já, og þetta ein svona birtingamyndin af þessu öllu, því að ef við getum spornað við það að fólk þurfi á þjónustu bráðamóttökunni að halda, þá erum við náttúrulega ekki í þessum vanda, en til þess að þurfa að sporna við því að það sé endurkomið tíðni á bráðamóttökuna hjá fólkinu sem þangað leitar, þá þarf að styrkja einmitt heimahjúkrun miklu betur. Þannig að við getum tryggt það að sú þjónusta sé bara akkurat eins og hún ætti að vera í samræmi við þarfir hvers og eins, og þá það bæði gagnvart þess veika og aðstæðanda og fjölskyldu hans. Því við vitum það sem höfum átt aldraða og hrauma foreldra, að þetta bara heilmikið verkefni og það að sinna foreldrum sínum á þessum tíma, það bara mjög krefjandi, og það þarf náttúrulega eitthvað öryggisnet og stuðning við það, og við þurfum bara að fara að horfa í þá átt miklu sterkari svona, bara gera þetta þannig að þetta sé eins og við viljum hafa þetta. Þú sendur maður svona í barátt við að koma fólkinu að, Já, þetta náttúrulega bara ekki boðlegt. Ég hef stundum sagt að það ekkert hlutverk mitt í lífinu þar sem ég var undirbúin heldur en að vera uppkomið barn aldraðra foreldra. Því það bara hafði enginn sagt mér hvað þetta var, Nei. Og hugsaðu ykkur að maður myndi snúi sig við og þetta væri börnin okkar, en ekki foreldrar okkar, sem væri búið upp á þessa aðstöðu. Myndu þið sætt ykkur við það að lítið barn lægi á gangi á bráðamóttöku í 10 daga fyrir framan fjarskiptaherbergi þar sem bara allt í gangi allan sólarhringinn, og það ekki hægt að slökkva ljósin? Myndi ekki allt verða brjálað? Og ég foreldrar okkar búin að skila og eldri kynslóðin öllu sínu til samfélagsins sem að þau eiga að gera og eiga inni almennilega þjónustu á lokametrunum, og að við skulum bara einhvern veginn hafa normalisera þetta. Og við vitum alveg að þetta stór hættulegt fyrir eldra fólk, sérstaklega sem komið með vitræna skerðingu að vera í þessum aðstæðum sólarhringum saman, og við vitum að þetta ýtir undir óráð sem bara ýtir undir líkur á því að fólk nái sér ekki. Þannig að við erum að búa til vandamál þarna. Og eitt annað dæmi sem náttúrulega grafalvarlegt sem tengist líka stöðun á spítalanum, það aldraðir sem að mjaðmabrotna, að þú þarft að komast í aðgerð helst innan sólarhrings, það sýna allar rannsóknir það að afdrifðin verða miklu betri að þú kemst í aðgerðina fljótt og absolutt innan 48 tíma. Þetta ekki meðaltali hér. Mér minnir að meðaltali sé 50 eitthvað klukkutímar sem fólk þarf að bíða mjaðmabroti eftir að komast í aðgerð. Þetta viðbjóðslegar kvalir sem fylgja þessu, og þú náttúrulega algjörlega ósjálfbjarga áður en það búið að stabilisera þetta brot. Að við skulum líka hafa, og þetta bara svona laumast aftan á okkur sem hluti af afleiðingunum af þessum vanda. Og af því vorum að tala besta heilbrigðiskerfi í heimi, og ég verð að vera sammála Helgu Rósu, það mjög margt sem mjög vel gert, og ef maður horfir bara á hvarðana sem eru lagðir á þjónustuna, eins og bara hvað við lifum lengi og árangur ýmiss konar inngripa, ungbarnadauði, allt þetta ennþá í toppmálum hérlendis. Það samt nokkra þjóðir sem hefur farið fram úr okkur úr lífslengd og svona sem að Ítalir
og Japanir heldur sér komið 3 ára undan okkur. En það er alltaf ákveðin lífstíll líka örglega. Já, við erum ekki svona síðustu 20 ára erum við ekki á sama fluginu og vorum áður. Það er nefnilega hárrétt og ég held að þetta tengist mjög mikið bara mjög góðu fagfólki, mjög vel menntuðu, metnaðarfullu íslensku fagfólki og það hefur einhvern veginn bara vel látið duga. Þannig að það þarf ekki að búa þessu fagfólki neitt almennilega ramma því virðist eða hafa innviði kerfisins í lagi. Það er bara að treysta á því að þetta fólk muni bera þetta uppi. Eins og það hefur alltaf gert, en svo náttúrulega á endanum þá er komið eitthvað stopp á það. Það er mjög hættulegt að lenda með kerfi á þeim stað, þar sem við svona endurnýjuna kraftur kerfisins er brostinn. Að þú missir kerfið niður þangað og komið bara flótti frá því og svona, að þetta er ekki eitthvað sem þú dregur upp bara úr veskinu daginn eftir, sko. Þetta er bara mjög langvarandi uppbygging, bara kultúrs og menningar og fleira sem þú ert að tína og eyðileggja og tapa. En urðuðu bjartsýnar þegar að Alma Möller var heilbrigðisráðherra, hún var bráðalæknir og þyrlu. Gjörgæslu. Já, ég myndi segja það og mér fannst bara óbúslega gott af því að maður var algjörlega meðvitaður það hvernig staða kerfisins var og maður vissi alveg að það væri í raun neyðarástand þegar hún tekur við og þetta sé náttúrulega komið á eitthvað enn annað level núna og það var gott að fá einn ráð þeirra sem að veit að þekki kerfið mjög vel og þarf í rauninni ekki að byrja á því að kynna sér kerfið, af því þetta er mjög flókið að setja sig inn í heilbrigðiskerfið og það tekur tíma fyrir þá sem er að koma alveg nýjir að borðinu. Þannig ég fagnaði því að fá aðeila þarna einn sem þekki til og náttúrulega búin að vera landlæknir og svo er hún skelegg og maður veit það líka og þetta er kona sem gengur í verkin og það verðist vera að gerast núna. Ég held að við séum sammála það að við séum ánægðir að sjá að þetta tekið alvarlega eftir þennan fjöldafund sem við vorum með. Þannig að ég bara ætla að leyfa mér að vera bjartsýn á það. Klárlega, bara þar til annars. Eitt af því að Sandra var að tala öldrun þjóðarinnar, þá fékk ég hingað öldrunarlækni sem er reyndar eftirlaunamaður. Og hann stilti sér svona ágætlega upp til þess að ég geti skilið þetta. Og hann nefndi orðaði þetta einhvern veginn cirka svona. Hann sagði að þegar kannski vorum að byggja upp kerfin okkar eins og þeir eru núna, að það var kannski, 1960 til 80 og svona. Og þá hugsaum okkur svona kunnahóp heilbrigðiskerfisins, þá er það bara allt önnur þjóð heldur en er kunnahópur heilbrigðiskerfisins í dag. Þetta er bara gerólíkt. Ef við hefum verið að byggja upp kerfið með sama kunnahópin og þegar við vorum að byggja upp kerfið, þá hefðum við látið stóra hluta þess kvarnast einmitt aldraða. Með heimaþjónustu, með hvernig tekið á móti fólki og svona. En við erum kannski með eins og ég skildi þetta, því leiðrétti með það sem eru fagfólk, að ég sá fyrir mér þetta væri svona bráðavakta sem að maður kæmi fótbrotinn og eitthvað svona, að kerfið er byggt í kringu það. En það er ekki þeir sem eru að koma inn á bráðadeildina núna. Það er bara allt annar kunnahópur eða ég veit ekki hvað það má nota svona óvirðulegt orð. Og þá hugsa ég, við þurfum bara að gaggjera breyting á því hvernig við hugsa heilbrigðiskerfið. Og það er bara gleðilegt verkefni, nema að við erum að sigla á bát sem að lekur og það er bara 3 ventlar sem að ganga í vélinni og það lekur í lestinni og það er ekki til matur í möturritur og svona. Það er ekki í slíku ástandi sem að þú endurmetur stefnuna. Það bara er ekki þannig. Þannig þá getur verið að kerfið sé bara orðið þannig að það sé svo mikið búið að langvarandi neyðarástand að það hefur ekki í sér og yfirstjórnin heldur ekki sem á komið peningin getuna til þess að bara hugsa hlutina bara raunverulega upp á nýtt eins og við kannski þurfum að gera. Þessu nú er ég endur segja. Já, ég held að sé alveg rétt einmitt eins og hún Steinu var að tala áðan þetta með þessa kvarða sem við erum að horfa og stöndum okkur vel í eins og einmitt ortúnít og svona ákveðnir hlutir sem við erum bara ennþá að standa okkur mjög vel. En einmitt, það hefur svo mikið breyst, við getum gert svo miklu meira, fólk er með miklu flóknari sjúkdóma og það er þetta að gera meira fyrir fólk en innviðirnir einhvern veginn sita eftir. Svona einmitt hvernig við getum bara haldið áfram að sinna fólki eftir að fara sjúkdóma eða slys eða eitthvað, það lifir lengur, við getum bjarga fleirum. En það vantar síðan að byggja upp hvernig við ætlum síðan að halda það áfram að sinna fólki. Og við höfum einmitt talað mjög fjölglega það að við verðum að bara efla heilsu eldra fólks svo það geti búið lengur heima, sjálfstætt og þá þurfum við ekki að vera að byggja allir þessi hjúkrunarheimili eða allar þessa steinsteypu en við höfum samt einhvern veginn ekkert sett neitt svoleiðis í gang með neinum kerfisbundum hætti. Ég sem borgari hefur hlustað á þetta og þá var þetta talað um nauðsynlegt að byggja hjúkrunarheimili og kom eitthvað fólk og segja nei, við höfum að hafa verið byggja meira upp heimaþjónustu.
Já, auðvitað gerum við það og þá var það náttúrulega heldur ekki gert. Nei, það var bara notað sem ástæð fyrir að byggja ekki upp En við þurfum klárlega bæði og það er alveg galið að segja að við getum bara byggt upp heimaþjónustu og við þurfum ekkert að horfa á þennan hróplega skort á hjúkrunarrýmum vegna þess að það, sko þeir sem búa á hjúkrunarheimilum núna eru veikar en nokkru sinni og lifa styttra en nokkru sinni. Og rannsóknir sem eru gerðar á fólki inn á hjúkrunarheimilum sína að það er yfir 90% þeirra eru með vitræna skerðingu og yfir helmingurinn er með bara alvarlega heilabilun. Þetta fólk getur ekkert verið eitt heima. Það er augljóst. Þó þú myndi vera að koma með heimaþjónustu og annað. Þessi sko heilabilun og vitræna skerðing er rosalega flókið fyrirbæri að sinna annars staðar en þar sem er sólarhrings eftirlit með fólki. Þannig að þó að við eflum heimaþjónustu og heilsuefling og allt þetta, munum við aldrei komast hjá því að þurfa að byggja upp hjúkrunarheimili. Aldrei. Nema náttúrulega við finnum lækningu við heilabilun. Það væri náttúrulega það besta. og sko rannsóknir sýna að með lífstíl, sko hreyfingu, vitræni þjálfun, næringaráðgjöf, öllu þessu, það eru stóra rannsóknir sem sýna að þá getur maður minnka líkurnar að fólk þrói heilabilun bara marga 20%. En þetta þarf bara kerfisbundna nálgun sem þarf að bjóða bara fólki á ákveðnum aldri að þú bara gangir inn í eitthvað prógram þar sem að þeir haldi svolítið utan þig og þinn lífstíl og þér haldi frískum, vonandi. En við eigðum eiginlega engum fjárhæðum að viti í forvarnir. Það er heldur ekki mjög sexy af því að það er einhvern veginn svona eitthvað sem þú kannski sérð ekki. Þú ert að taka fólk sem kannski þarf ekki bráðaþjónustu og vinna með það. Það er ekki hægt að klippa borða í forvarnir. Nei, engir borðar ekki neitt. En ég var að skoða tölur frá OECD þar sem við verið að bera saman Ísland versus sko önnur Evrópuríki sko að meðaltali hvað við erum að eyða í forvarnir, íslenska heilbrigðiskerfið með meðaltal Evrópu og þetta er leiðrétt fyrir kaupmætti og höfðatölu og öllu því og þá erum við að sko eyða helmingi minna, heldur meðaltal Evrópu. Þannig að maður hugsa, ok, hér er náttúrulega pottur brotin. Við erum langt fyrir neðan miðju. Við erum langt fyrir neðan miðju Ísland í forvörnum og eins og ég segi, þetta er mjög mikið rætt. Heilsuefling aldraðra, halda fólki heima og svo er þetta raunveruleikin. Þannig ég held einmitt ef við ætlum að lifa af það sem er framundan að þá þurfum við að horfa þarna hvað allra mest sko. En á sama tíma ekki missa dampin í uppbyggingun og halda þetta leysi allt. Við þurfum að gera þetta allt saman. Þegar við erum að ræða heilbrigðiskerfið og við höfum gert það við rauðaborðið, við tölum eiginlega bara við fagstéttir og sjúklinga. Við höfum ekki verið að tala við MBA fólkið og þá sem erum við svona halda þetta líka allt í rekstrar stöðinni. En við vitum alveg að því og það var meira þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem var að tala að væri komin tíminn til þess að einkavæða bráðavaktina. Að mjög fljótlega fyrir umræðan út í þetta kallað rekstrarformið. Sko einkavæðing. Á maður að taka mark á þessu, nú er ég bara að spyrja ráða sem þáttastjórnandi, á ég að taka mark á þessu eða á ég bara halda áfram að tala heilbrigðiskerfið við þá sem að þekkja það? Ég held það sé nú, sko, það getur allir haft skoðun á því hvernig maður á að reka heilbrigðiskerfið og ég held að í grunninn þá viljum við alltaf hafa opinbert kerfi sem er styrkt og þannig að allir hafi aðgang að þessari þjónustu sem það er veitt. Það sem maður þarf að gera og ég sé fyrir mér að það er náttúrulega þetta virði starfsvinnuframlagsins að vinnuframlagi sem metið að verðleikum hjá þeim sem vinn í kerfinu og ef að það er gert þá þarf náttúrulega þurfa stjórnvöld að koma að borðinu með þeim sem vinna og fjármagna samningana og ef að það er gert þá væri við ekki í þessari krísu í dag eins og við erum núna þá væri miklu meiri metnaður lagður í það að fólk væri að vinna þessi verk í samræmi við bara eigin getu og heilsu í þeim störfum sem það hefur lagt menntun og vilja til að vinna við og ég hugsa ef við værum bara, ef við getum sett þetta þannig upp að virði starfsins, bara ef við tökum sjúkraliða sem dæmi, það laun sjúkraliða í dag eru svona niðurlegandi lág þau eru svona ekki mikið hærri heldur en bara lágmarkslaun hjá þess sem er að vinna við almenn störf. Svo náttúrulega ákveður sjúkraliðan að fara í vaktavinnu til þess að reyna að bæta hag sinn og gerir það. Þannig að ef hann vinnur í 100% starfi þá gæti hann hugsanlega náð svona bara meðallaunum bara eins og fólk er að vinna þegar það vinnur dagvinnu. Þetta hefur gert það verkum að störf sjúkraliða þegar hann vinnur 100% starf, allan sína starfsferil, hann endar ekki úr starfsæfinni sinni með góða heilsu. Það er fórnarkostnaðurinn.
ef að það væri búið að verðmeta þetta starf sjúkralegans betur, þá myndi hann ekki þurfa að leggja svona mikla áherslu að vera vaktavinnu alla starfsæfina. Hann gæti hætt jafnvel fyrir í vaktavinnu og unni þá bara kannski sem dagvinnumæður sem að myndi fara betur með hans heilsu. Þetta svona hluti af þessari mynd og þetta á líka við aðrar stéttir eins og hjúkrunarfræðinga, læknar sem vinna á vaktum og bara fólk sem að vinna í heilbrigðiskerfinu, það allt flestir á vaktavinnu og þetta mjög krefjandi og slítandi fyrir fólk og hefur bara sýnt það að það eru allt og margir sem að fara út úr ævistarfinu sínu í örorku. Þetta náttúrulega bara mjög afleitt. Það bæði út að vinnuálagi en líka það sérstætt álag að vera í vaktakerfi. Já, það þannig og það alþekkt. Ég lærði það þegar ég var í deilu við son minn hvort það verið gott að vaka á nóttinni. Og fann ég svona og sagði bentunum á að hann var að stytta heilbrigði ævinu 7 ár með að vinna raunverulega vaktavinnu. Já, það akkurat það sem gerist og fyrir utan það að þú getur líka verið útsettari fyrir alls konar kvillum eins og krabbameinu og guðmáta sko. En ef að við erum búin að verðmeta störfin betur og tryggja það að það sé fjármagnað hjá stjórnvöldum að fjármálaráðherra setur það fjármagn inn í samningana eins og bara talið bara að þetta var normalisera starfi þannig að það sé metið og það væri þá ekkert verið að karpa það. Þetta ekkert bara við sjúkralegana. Þetta á líka við hjúkrunarfræði og læknastéttina. Svo sannarlega læknastéttina í dag. Já, það bara þetta sem þetta, ég held að stóra myndi sé þarna og þegar að fjármálaráðherra getur ekki tryggt fjármagn inn í kjarasamningana, þá endum við náttúrulega bara í einhverju svakalegri pressu sem safnast upp og stjórnvöld þegar upp í staðið, þeir bera náttúrulega megin ábyrgðin á því hvernig kerfið í dag. Það vegna þess að það ekki fjármagnað í grunninn og það hvort að rekstrar aðilinn eigi að vera enga eða ríkis, þá velti ég fyrir mér ef einhver einkaaðili geti tryggt það að borga viðkomandi starfsmanni mannsæmandi laun og meti starfi hærra, þá hugsa ég hvað þýðir það fyrir fólk? Þýðir það að hann þá í nútímanum að fá hærra kaup, en hvað með lífeyrisgreiðslurnar? Ætlar þá einkaaðilinn að líka borga lífeyrisgreiðslurnar? Það þekkt dæmi í svona að einkaaðilinn hann getur þetta. Hann getur borga hærri laun tímabundið. Ég tek bara eitthvað allt annað dæmi eins og menntakerfið í Svíþjóð þar sem að það mikil einkavæðing. Að þá það stór fyrirtæki sem reka skóla í svokölluðum betri hverfum, þar sem með samlítari nemendahópar. Þar framleiðnin betri per nemenda og þar hægt að borga kennurum betri laun sem að soga kennarana frá skólum úr fátakari hverfum þar sem að sjúklingahópurinn svona, þar kannski meiri stuðning og annað slíkt. Þar að við missum niður skólana í verri hverfunum, verri hverfunum, en erum hins vegar með betur launaða kennara í betri hverfum. Maður getur alveg séð þetta gerast bara í íslensku heilbrigðiskerfi. Það bara einkaaðilarnir taka það sem þetta bara afgreiða svona einhverjar aðgerðir í hvelli og borga þér hærri laun sem sjúkralaun. Já, það aldrei þannig að þetta sé akkurat bara greitt af einkaaðilum. Þú sér það bara eins og skólarnir á Íslandi, bara HR og HÍ. Hvert rekstraformið þar? Akkur ríkið að borga með HR? Ég meina það því að upphæðin fylgir nemendanum. Já, en þá hugsa maður hvernig verður það þá í heilbrigðiskerfinu? Það fylgir sjúklingum. En hættan svo það sem ég að lýsa að einkaaðilar munu sækja þangað það sem mestu líku til þess að geta borga hálaun og eigandunum arð og það getur leitt til þess að við höfum kannski verri stöðu á okkurum svæðum sem flókin meðferð og annað slíkt sko. Já, það einmitt það sem hefur svona kannski má segja að vera gagnrýni á einkareksturinn, að þeir kannski velja sér, það svona valkvæðari aðgerðir sem að þeir ekki hugsanlega geta þá framkvæmt og svo þegar að máli verður þyngra og flóknara, erfiðara, þá náttúrulega alltaf bara ríkið sem tekur við. Ég held að þetta sé rauninni sko akkurat punkturinn. Ekki það ég sé komið sem talsmaður enga væningar eða neitt slíkt og yfir 90% hjúkrunarfræðinga á Íslandi starfa hjá hinu opinbera, þannig að þeir eru nú ekki mikið í einhverjum engabusiness. En ég held að þetta sé punkturinn kannski hjá Söndru að
og kom út skýrsla í síðasta sumar, 2 svona svarta skýrslu ríkisendurskoðunar, önnur mönnun og flæði innan Landspítala sem kannski vandi sem við erum að koma hér til að tala og hinn síðan á sjúkratryggingar. Og það var mikið gagnrýnt að þar vantaði svona bara í rauninni að samningsstaða sjúkratrygginga var ekki nógu sterk, að þar vantaði meiri kannski svona faglega þekkingu. Ég held að ríkið þurfa að vera mjög skýrt það hvaða þjónustu þið ætlar að kaupa. Og það hefur kannski einhvern veginn vantað upp á eða vantað samtali líka bara við þá sem að veita þjónustuna. Þannig að ég held að það sé líka eins og sé, hvort þessar heilsugæslustöðvar, þær sem eru einkareknar, ég held að þær sé að standa sig mjög vel og ég er ekki á móti þeim. En það þarf að vera skýrt hvað innan rammans og hvað fyrir utan hann. Og ég held að við Íslandi sem öll sammála það að við viljum svona í þessu velferðarsamfélagi hafa sem mest innan þessa ramma sem að eðlilegt telst og það eitthvað sem að sjúkratryggingar eiga að skera úr. En ég held að ég mætti aðeins bara bæta við þetta líka því að þegar við tölum bara einkareksturinn og svo ríkisreksturinn að þá megum við ekki gleyma því að öll hjúkrunarheimilin í landinu meira og minna eru náttúrulega hjá samtöku fyrirtæki velferðarþjónustu sem að eru í raun og veru ekkit annað en einkaaðilar. Það náttúrulega óhagnaðardrifnir einkaaðilar. Já, en þannig að það rekstraformi og rekstraformi þetta er kannski ekki svona klift og skorið. En ég held þegar upp í staða þá viljum við öll svona opinbert kerfi. Svo ég fór bara að skjóta það því að nú sit ég í norræna læknaráðinu með hinum formönnum læknafélaga Norðurlandana og þegar við fórum að tala rekstrarform að þá kemst ég að því í rauninni Ísland virðist vera eina Norðurlandi þar sem er ekki engavæðing. Það ekki engavæðing á Íslandi, það engarekstur en á hinum Norðurlöndunum alls getur þú keypt tryggingu prívat og fengið þá ykkur þjónustu umfram það sem aðrir fara fram fyrir röðina og allt þetta. Tvöfalt kerfi. Nýtt ekki að fara til útlanda. Já. Og þetta bara mjög áhugavert að horfa á þetta. Við erum með þetta svo kallega single payer kerfi á Íslandi. Það ríki sem borgar, alveg saman hvort þú fer til einkaaðila, ferðina á sjúkrahús eða opinbera heilsugæslu, þetta sami vasinn og hann á að stýra líka sínum samningum við einkaaðila á Íslandi. Þannig að við erum ekki í rauninni með neitt hliðar heilbrigðiskerfi sem fjármagnað algjörlega af einkafjármagni. Það bara ekki til á Íslandi. Og ég held að það sé mjög jákvætt. Þannig að mér finnst umræðan einkavæðingu pínu trublandi fyrir mig af því að það eins og þetta sé eitthvað svona kerfi til staðar hér sem það ekki. Og fyrir mér og ég held fyrir læknastéttinu og örugglega hinum heilbrigðisstéttunum líka, ég held að við stöndum öll mjög fast á því að það á að vera jafn aðgangur fyrir alla óháð efnahag og þetta verður að vera eitthvað sem allir hafa aðgangað og eins og ég segi fyrstaflokksþjónustu öllu sem í boði. Það má ekki mismuna fólki með nokkrum hætti út frá efnahag. Og við getum samt alveg haft einkarekstrarformi með á Íslandi án þess að leggja það í hættu. En eins og Helga Rósa segir, sjúkratryggingar þar vantar aðeins meiri faglegar forsendur og vegna þess að eftirliti hefur kannski ekki verið alveg nógu gott með því hvað þær að kaupa af einkaaðilum og einkaaðilar, þetta bara heilbrigðisstarfsmenn. Þetta ekki fjárfestar, þetta bara heilbrigðisstarfsmenn sem langar til þess að fá að stýra sinni starfsemi sjálfur. Já, bara hafa einhvers konar frelsi og ég meina inn á þessu stóru stofnunum það bara ótrúlega lítið frelsi fyrir fagfólkið ofta að blómstra. Og maður hrekst svolítið frá þeim vinnuveitendum ekki út af einhverjum fjármunum heldur bara vegna þess að maður vill hafa meira það að segja hvernig þjónustu maður veitir. En svo náttúrulega hefur rosalega lítið það að segja hvað þú fær borga vegna þess að það koma sjúkratryggingar að. Og það verið að efla þeirra samningsstöðu núna. Þannig að þær megi bara einhliða, það liggur fyrir frumvarp núna, þær megi bara einhliða ákveða hvað borga til dæmis mér ef ég ætla að vera öldrunarlæknir á stofu, að þá segir bara Steinum, þú mátt ekki rukka nema þetta og hitt og eitthvað svona, Þannig að mér finnst allt í góðu að heilbrigðisstarfsfólk reki sína eigin starfsemi ef við bara gætum þess að aðgengi sé jafnt, óháð efnahag og þetta alltaf ríkið sem að stjórnar þessu og borgar en þau þurfa að standa sig betur í að ákveða eins og við segja hver á að gera hvað og bara hvernig þetta á einhvern veginn allt saman að tala saman. Ég átti í samskiptum við í gennum félagsamtök við sjúkratryggingar fyrir mörgum árum. Og þegar þessi skýrsla kom út frá Ríkisendurskoðun þá klóraði ég mér í kollinum af því að það sem ég velti fyrir mér á sínum tíma var að þetta svona kerfi sem búið til þannig að sjúkratryggingar eru kaupandi þjónustunnar og það eru einkaaðilar og meira svo opinberaðilar sem að ég held að sé hugmyndin svo á endanum þá muni sjúkratryggingar næstu því semja við Landspítalann eitthvað.
Ok, þetta er að vera að reyna að búa til svona eitthvað svona markað í kringum heilbrigðisþjónustu. Má vera að þetta gangi til dæmis í Þýskalandi, það sem út með sjúkratryggingar sem semur við 80 sjúkrahús og 6.000 heilsugæslustöðvar. En getum við tekið þegar nú gallin, kemur náttúrulega ljós, þetta bara gerfi, vegna þess að sjúkratryggingar hafa raunverulega þekkingu. Þeir ekki upplýstur kaupandi eða neinu, því þeir vita ekki hvernig nein meðferð Þannig að yfirleitt kemur sá sem að selja þann þjónustu og reynir að upplýsa þau hvað hann að fara að kaupa. Af því að það ekki þekkingar nein. Og þið segir þetta alltaf ákall í kerfinu og Ríkisendurskoðun segir það. En höfum við efnaði að taka allt fagfólkið sem þyrfti að vera sem upplýstur kaupandi. Ættu ekki að nota það frekar inn á Landspítala? Ég held að þú þurfir engan her af fagfólki, þú þurfir fleiri og ég held að ávinningurinn af þeim aðilum yrði mjög mikill. Sérstaklega ef okkur tækist einmitt að bara koma á einhvers konar sátt það hvernig við ætlum að dreifa hlutunum og eins og þau voru að tala áðar en einkaaðilar tækju einfaldari málin og létu opinberu aðilunum eftir þau flokknu. Það svo sem ekkit óeðlilegt við það í raun. Við viljum ekki að Landspítalinn sé einkasjúkrahús. Það á að vera opinber stofnun og ég meina það okkar aðal flaggskip íslenskrar heilbrigðisþjónustu eins og alltaf sagt. En þú vilt ekkert vera með eitthvað algjört bread and butter þar inni á okkur færibandi. Ekki æðinóta að gerir. Nei, til dæmis. Þú vilt ekkert vera að taka upp eitthvað faglegan kompetens þar eða rými í eitthvað sem bara í raun ákveðin færibandavinna. Þú vilt útvista því en auðvitað vilt ekki að þetta sé einhvers konar gróðamaskína og það sé verið að blæða ríkinu þar með að því að það kann ekki að kaupa þessa þjónustu það þarf bara að laga það og það búið að sáróslegri tortryggni í garð þessara einkaaðila sem eins og ég segi eru bara heilbrigðisstarfsfólk sem vill stýra sinni þjónustu sjálft í samningum við ríkið og að fólk hafi þá bara aðgang að því óháð efnahag. Þetta er ekki góð leið til að stýra þessu, bara sá fræjum tortryggni og segja þetta fólk bara að maka krókin, þetta óheiðalegt. Mér finnst þetta ekki vera falleg nálgun. Það getur vel verið að sé aðilar inni sem á því, en ég get alveg fullyrt það að meirihlutin að vinna bara af heilindum og að afkasta mjög miklu og létta á restina af kerfinu. En við getum varað okkur, ég nefndi skólakerfið í Svíþjóð, þar eru með stór fyrirtæki sem eru skráð erlendi sem eru að soga út úr kerfinu gríðarlegar arðgreiðslur sem eru ekkert annað en skattpeningarnir sem átt að fara í menntun. En þarna finnst manni að það eigi að vera skilið það sé fagfólk sem rekur svona þjónustu. Þetta sé ekki stóri fjárfesta sem eru þriðji aðili sem eru að græða þarna. Það er svona apótekarakerfi var í gamla daga eða tannlæknarnir eða eitthvað svolítið. Og bara eitt innskot líka því þú varst að tala skólana í Svíþjóð sem náttúrulega mjög sorgleg staða og einmitt bara skiljanlegt að þetta geti komið upp. En eins og maður horfir á einkareknu heilsugæslurnar í Íslandi og módelis að þær vinna eftir, að þær fá ekki það sama borga fyrir einhvern ungan hressan með kvef eins og aldraðan einstakling með 20 lyf og fullt af vandamálum. Þannig að þetta er ekki hausatalning. Módeli gerir ráð fyrir því að þú þurfur að eyða meiri tími í þennan flóknari. Þannig að þú getur ekki bara tekið inn ótrúlega margt fólk með kvef og einföld vandamál og bara tjakkað upp þinn hagnað og sleppt öllum hinum. Getur það ekki. Tekið hálskirtlarnir og öllu börnum sem að koma til inn. Í raun, já, það er náttúrulega ekki heilsugæslan sem gerir það. En það á að hugsa fyrir þessu augljóslega, því að þetta er augljós svona pitfall. Má ég koma með eitt svona spurningu frá hægri? Að því að þú nefndir ef að fjármálaráðherra myndi fjármagna kjarasamningana. Og þið kannist við það að segja, það er ekki málið, við hækkun og launinni á læknunum manns hressilega þarna í upphafi ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Ekki bætti það ástandið. Og það er loksins náð stórum samningum og ekki bætti það ástandið. Það bætti ástandið. Það við bara ausum peningum í starfsfólki, hækkun launiðar og við sjáum bara engan árangur að því. En ég má skjóta inn að það bætti svo sannlega ástandið samningarnir 2015 við lækna. Já, það fjölgaði stórkostlega læknum á Íslandi. Við vorum í mikilli lægð eftir hrunið. Fólk hafði ekki komið heim eins og það var vant, hafði ekki skilað sér. Og eftir þá samninga það gjörbreytti í landslæginu, þannig að það er auðvelt að hrekja þennan málflutning. Ég er nú að reyna bara að tala eins og viðskiptaráðs. Þú ert að reyna að stuða okkur hérna. Ég er að reyna að tala eins og viðskiptaráðs. Nei, sem betur fer þá erum við með það svart á hvítu. Þeir eru bjartsýnar að við séum með stjórnvöld sem muni taka á. Já, og við ætlum bara að gefa þeim tækifæri að sýna hvað í þeim býr. Í nokkra vikur. Já, nokkra vikur. Svo haldið aftur fund ef það kemur ekki ykkur niðurstöður. Og við ætlum að fanda okkar plikt fylgja þessu eftir. Já, endilega. Það er ljómandi gott. Herðu, kæra þakki fyrir komuna. Takk sem er leið. Sandra, Helga, Rósa og Steinun.
En við ætlum að taka smá hlé hérna og svo komum við bræður og klára þáttinn. Kannski erum við með fréttir af því hvað við erum formaður Framsóknar. Ég er samt ekki alveg viss. Það er erfitt að telja. Já, velkomin aftur. Við höfum svona einhverja hugmyndir það að við getum kannski verið að spjalla niðurstöður í formannskjöri Framsóknarflokksins. Það var fyrir skömmu síðan var hérna ennþá verið að talninga hvað í gangi og spennan magnast kannski dettur þetta inn bara á hverju stundum. Það er nú samt ólíklegt. Það er oft svona sem að það er að telja aftur. Já, það er hérna 885 og kjörskrá segir RÚV og það er enn verið að kjósa. Nei, það eru talninginni, þeir eru byrjað að telja. Það hefur verið 16 myndum, þá var enn verið. Það er vísir segir að þeir eru byrjað að telja. Já, atkvæðagreiðsla og talning atkvæðasendur yfir, já. Þannig að það kemur bara þannig. Það er eins og það var önnur frétt sem að meðast áhugaverð hérna í sambandi við pólitíkina. Já. Það var að Rósin, þú þekkir það félag, sem að funda allan niður í Alþýðuhúsi þegar við vorum þar með pressuna. Það var svona lítið herbyggi sem er á horninu í Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu. Já, það sem var ritstjórn Alþýðublaðsins í gamla daga. Já, þar var Rósin oft með fundi. Birgir Dýrfjörð. Birgir Dýrfjörð var svona drifkraftur þar. Já. Hérna þessi stofnandi rósarinn. Já, einhvern tímabili var þetta svona hópur sem að
var svona helsta stiðið Jón Baldvin svona þetta voru sko kratarnir sko samfélkingi var stofnuð þá stofnuðu sko hörðu kratarnir í eðalkratarnir Rósina þannig að þetta sem sagt félag sem hefur svona lifað og var endurvakið hérna með miklu afli og hann þar formaður Guðmund Ingi Þórótsson sem formaður afstöðu félagsfanga og hefur oft komið hingað við Rauðaborð, þau voru einsinu með þætti hérna á samstöðinni. Hann bauð sig fram í prófkjörinu, hann hefur gert það áður. Hann bauð sig líka fram í prófkjörið þegar það var til þings alltaf ekki verið 2021 á það. Það var ekkert prófkjörið í samfélkingunni síðastaldi, það var svo stuttur tími sem var til kosninga þegar Bjarni sprengdi ríkisstjórnina. Hann stemdi á 7. sæti? Nei, stemdi og búið sér fram í 3. sæti. Nú það? Og síðan lendir hann í 7. sætinu. Það eru bara 6 efstu sætin sem eru bindandi. Og hann hefur eitthvað svona forvitnast bara, en hún hefur sagt að hann fá ekki 7. sætið. Hann hefur ekki sæt á listan. Já, það í morgun. Já, það einhver sem segir að einhver hafi sagt það. En hann allavega komin í og Rósin þá í viðræðum núna, skilst mér, við vor til vinstri sem að sanna Magdalena Mörtudóttir og ætlar að bjóða fram með VG og þá væri þetta náttúrulega svolítið sögulegt að við erum oft talað um það að samfélkingin undir stjórn Kristrúnar og þess svona hóps ungs fólks sem í kringum hana, eða yngra fólks sem að rekja þetta svolítið svo kosningamaskínu alltaf það séu svolítið hraðileg til hægri og það ein saga til þess að segja sögu vinstrisins á Íslandi. Það þannig að forusta allra flokka klífur flokkin til hægri og þá það þannig að þú veit fyrst með Alþýðuflokkin og hann færi sér svo mikið til hægri að vinstri hlutin gengur úr honum og myndar Sósíalistaflokk Íslands með kommunistunum. Svo heldur Alþýðuflokkurinn áfram að færast til hægri og þá fer vinstri hlutin út úr flokknum og myndar Alþýðubandalagið með Sósíalistaflokknum. Og svona heldur þetta áfram og ég meina þannig þjóðvaki Jóhannu og þannig VG verður til þegar hægri kratarnir eru svona ráðandi í uppbyggingu samfélkingunar. Þannig að það alltaf að tala um klofningu vinstrimanna og alltaf látið lítið út eins og sko að vinstrimennir. En öll þessi brot heyra sögunni til. Já, okkur ekki. Þjóðvaki. Já, þjóðvaki fóru inn í. Og lengar, þú fórst aftar í söguna. Já, en þjóðvaki, öll þessi brot fóru inn í samfélkinguna. Þjóðvaki var hluti af samfélkingunni. Já. Þannig að Alþýðubandalagið, Alþýðuflokkurinn, Þjóðvaki, allt sem ég sagði, fór inn í samfélkinguna. Og kvennalistin? Já. Nei, áður fyrr, kommunistaflokkurinn og sósíalistaflokkurinn eldri. Já, kommunistaflokkurinn, hann sameinaðist vinstri hlutanum úr Alþýðuflokknum úr var sósíalistaflokkurinn sem að sameinaðist síðan vinstri hlutanum úr Alþýðuflokknum sem að gerði Alþýðubandalagið. Alþýðubandalagið sameinaðist síðan krötunum að varða samfélkingunni, þannig ekkert af þessum flokksbrotum hefur eitthvað gufað upp eða horfið sko. En sagan alltaf verið sögð þannig að vinstri mennindir séu svo ódælir að það ekki hægt að halda þeim inn í flokkum og þess vegna kljúfið þessi frá. Raunverulega sagan svo að forusta vinstriflokkana færist alltaf til hægri þangað til að lífið verður óbærilegt fyrir þá sem eru sósíalistar eða vinstrisinnar inn í þessu flokkum og það þeir neyðast til þess að finna sér annan valkost og þess vegna væri það, ég ekki að segja þetta verði, ég þekki ekki til þessa máls en þetta hljómar eins og svona hluti af 20. aldasögunni að vinstri hluti samfélkingarinnar gamlu kratarnir síðan saminast sósíalistunum hjá Sönnu ég heldur bankinu ekki upp á Sósíalistaflokki Íslands mér það nólilegt en Guðmundur ég sagði hitti Guðmundur mikill svona eljumaður drifkraftur í kringum hann en hann fyrirverandi fangi hann var sittið í fangilsi á Íslandi og í Danmörku og margsins sagt frá því og svo hann samkynniður og svona, en hann er ekki svona mótaður í sama mótið og svona það sem að stundum við komum frá Kvíkubanka. Nei, já, ég veit það. En við stundum svona að tala um það sérstaklega í samfélkinguna, þá var alltaf að tala um að við erum að hafa flott fólk á lista
flott fólk þýðir svona ákveðin típa fólki sko, eins og ofta verið að kvarta yfir að eiginlega horfir á listan á þetta allt meira minna sama fólkið, gæti verið verslað í sömu fataverslunum, verið með sömu pocketbókina í vasanum. Ég man einu sem svo ég mynda fundið í Samfylkingunum, þá var einhver svona tiltekinn tegunda svona strigaskóm sem voru einhvern veginn umhverfisvænir strigaskor, það voru allir komnir í þá. Þannig að þetta er svona hætta, en Guðmundur Ingi er ekki, og ég sagði ekkert við hann sko, þið verður aldrei boðið til borðs í þessu flokki sko, það bara glemdu því. Þá er ég bara eins og maður reynir að ráðleggja fólki bara persónulega að vera ekki að sem sagt hans ekki nógu fínn fyrir maðurotamaður. Ég var eiginlega að reyna að segja þetta við hann til þess að hann dragur vonbrigðum hans, hann getur undirbúið sig. En hann fekk hérna sæmilega kosningu. Hann var sérst, ef að hefði verið bindandi hérna lengra, þá ætti hann 7. sætið. En það er ekki bindandi og það vissu allir áður að fóru. Og sumiliti held ég hann hafi verið svektur. Hann stemdi á 3. sætið. Ég held að hann hafi veðjað á svona meiri endurnýjun. En endurnýjun kom bara, það var Pétur og svo 2 hérna, af þessu 6 efstu. Það Pétur og 2 efstu, 2 sem að voru fulltrúar ungliðana og það voru ordrunar frá Kristrúnu og svona klíkunni í kringum hana. Flokkseigendafélaginu. Já, kannski bráðum fyrir maður geta að kalla það, en þau hefur náttúrulega ekki haft flokkin nema í 2-3 ár. Að þau unga fólki náði bæði inn í 6 efstu og Pétur. Þannig að það var breytingin og Guðmundur Ingi sem að hann vinnur í Gistiskílanum Reykjavíkurborgar er bara búin að vera að vinna með þeim sem enginn vill sinna, eins og fangarnir og hann har gert alveg stórkostlegt afrek þessi maður í sambandi við umræðu um fanga. Mötur margir sem hafa verið að vinna við að styðja fanga, eins og Tolli Mortens og fleiri, sem hafa verið að byggja en hann sem svona talsmaður og með í réttlætis baráttu fanga sem að var eiginlega bara þekktist ekki. Þetta er hans verk, afstæðið er hans verk. Og ég bara næ ekki stjórnmálaflokki sem að bara tekur ekki bara flikkflakk og heljarstökka fögnuði við að fá svona mann til liðs. Þetta hann er lokaður úti. Já, þetta er svona gæti orðið merkileg saga, en svo getur verið að hann sé bara hóta þessu til þess að þröngva Samfylkingunni, til þess að allir 7. sætið. Ég veit ekki hvort að þeir eru með 5 núna. Ég held að þau hafi svona væntingar að bæta við sig. Ég held að það líka varaborgarfulltrúar eru líka í ágætismálum. En það hafa verið kannanir svona sem að sýnir að þeir hafa svona möguleika á að bæta við sig kannski 1, jafnvel 2. Ég held eins og að sko staða ríkisstjórnarinnar og efnahagsástandið eigi eftir að versna. Og það hefur alltaf áhrif, staða landsmálana, alltaf áhrif í sveitarstjórnum og sérstaklega í borginni. Er ekki kosið í maí? Já, 16. maí, það er aðeins fyrr, það var alltaf kosið síðasta laugardag í maí held ég. En það búið að flytja eitthvað aðeins fyrr. Við erum aðeins byrjað að fjalla borgarmálin. Já, og svo er náttúrulega eru fréttir hérna og þaðan líka fleiri byggðarlögum en Reykjavík. Já, við verum eiginlega að koma okkur saman einhvern veginn hvernig við ætlum að fjalla svona önnur byggðarlög. Stundum hefur við reynt að taka fólk úr ólíkum sveitafélögum og tala svona bara stöðu sveitafélaganna almennt. Alltaf áhugaverð umræða en kannski, þú veist, þegar verið að líða kosningu og þá er bara deilan þessa brú eða þú veist, þannig að en svo umræða fer svolítið svona fram í á kosningabaráttunni, verður svona kannski svona full svona gáfumannleg svona að tala grundvallaratriði svona þegar allir eru kannski leikskóla og barnaskólana sem eru á vegum sveitafélagana. Þannig mjög ólíkt. Og svo er það skattprósenturnar sem eru? Þeir eru alveg upp í rjári sko. Það eru bara þessi Garðabær og Seltjarnes og svo einhverjir sem eru eins og þarna sem eru virkjanirnar þarna á Suðurlandi. En langflestir eru bara upp í rjári með en það eru sveitafélögin standa bara mjög illa fjárhagslega. Hvalfjarðarsveit náttúrulega stendur vel, hún kannski ekki með til botni. En það er nú verið að fara að kjósa sameiningu Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Þannig að það er ýmislegt að gerast sko.
En ég held að við náum ekki kynnt á næsta hálftímanum verður að segja fyrir 6 mínútum. Þannig að við ætlum ekki að sitja hérna og reyna að teygja lopan í hálftíma. Er það nokkuð Pétur sem er að taka upp? Nei, Pétur segir að við verðum að þetta. Nei, Pétur er reyndar á því að hann segir að allir þættir séu of stuttir þetta. Það vil hann stafa á. Hann er fulltrúið þeirra sem er á langa þætti. Já, þá verður að taka vaktir. Þú eitt smá tíma með ég fer með eitthvað að borða og svo út. Já, en ég ætla að slá botni í þetta. Ég er ekki alveg heilt til hinsu, en læt þetta gott þetta í dag. Það er komið meir en 2,5 tími. Já, og búið að vera líflugu þáttur og mjög líflega umræðin í fyrir hlutunum. Ég sé að það er svona umræða hér og þar það, hvernig hún fór fram svona. Síðan því að fólk er að taka þátt í umræðinu sem var hérna áðan og fólk er að senda mér svona skilaboð meðal annars að benda á staða sjúklinga sem að ég var nú alltaf pælið að skjóta inn í umræðina af því að ég var hérna á bráðavaktinni og maður sér yfir biðstofuna og maður veit að vinur minn kom hana veikur frá útlöndum og hann var 8 tíma og ég heyrði í honum svona anslagið. Svo það var 5. tíman og þá sagði ég, vildi ekki bara komi og kaupa eitthvað svona take-away mat og komi með mathandaður eða eitthvað. Þannig að það er of seint ég komin inni fyrir liðið og þá má enginn fara, ég mátti ekki heimsækja neitt sem hann inni. Kannski það bara eðlilegar öryggisráðstafanir. En þar beið hann svo aðra 5 tíma. Þannig að það var 10 tíma þarna inni og ekki upp á bara vatn og brauð, ekki neitt. Það er sjálfsalarna frammiði þar sem maður getur keypt sómasamlokur og Snickers. En mér fannst það alltaf eðlilegt að koma og færa manninu mat. Ég hef verið með 8 fólk sem hefur verið á sjúkrahúsum í Afríku og þar er ekki heilbrigðiskerfið og ekki þannig að þetta er einhverjum í huga að hafa eldhús í spítala. Það bara ættingjarnir sjá að fæða. Þannig að við bara læknum hann. Ég meina ef hann þarf að borða þá voru þú að sjá það. Þannig að það er svona hálf opinbert heilbrigðiskerfi. Þannig að það er ennþá einkavætt maturinn. Nei, ég er bara að segja svona. Herðu, þetta var líflegur þáttur og skemmtilegur. Við sláum botnin í þetta en áður en að við slökkum á vélunum. Þá ætla ég bara að minna á allt sem þið sjáið hér og heyrið er í boði þess hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem telur að samstöðun skiptir máli í íslensku samfélagi. Þessi umræða sem er mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi. Ef þú ert þessara skoðunar og vilt slást í hópinn þá getur þú farið inn á samstöðun.is. Það er hnappu sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskriftin. Það mátt borga mér og vilt en þeir sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við verðum næst með nýtt efni á annað kvöld klukkan 8. Það verður rauðaborðið. En njóti bara þess sem eftir eru helginni og takk fyrir okkur.